Heil og sæl, kæru hlustundur og veriði velkomin í hlaðvarpið með lífið í lúkunum. Ef þið eru nýbyrjuð að hlusta, þá heiti ég Erla og ég er stjórnandi þessa þáttar. Mér finnst fátt meira gefandi en að aðstoða, fræða og hvetja fólk áfram þegar kemur að því að bæta eigin heilsu og auka almenna velliðan og lífsgæði. Þetta hlaðvarp, það varð til út frá bloggi sem ég var með á heilsuerla.is og mér langaði að ná til fleiri þar sem bara flestir eru hættir að nenna að lesa. Hlaðvarp svo mikið snillt því að margir kjósa að hlusta á meðan þeir gera eitthvað annað og nýta þannig tíman sinn vel. Ég tek þættina upp í podcaststöðinni á Nýbýlaveginum þar sem hægt að leigja sér aðstöðu, algjör snillt. Og mér langar sérstaklega að þakka öllum mínum samstarfsaðilum. Það Heilsuhillan, það Netto og það Spíran. Heilsuhillan færir gestum mínum frábæran glaðning í hverjum þætti og eitt af mínum uppáhalds þar Biocult Mind sem gott fyrir þarmaflóruna og minnið. Og það Spíran sem uppáhalds veitingastæðurinn minn og ég reyni að mæta þangað á hverjum þriðjudegi því að bleikifiskurinn mitt uppáhald, svo náttúrulega líka naut og bernis á föstudögum sem ég elska og meira segja, vitið hvað, það hægt að taka heim í takeaway fjölskyldu tilboð kvöldið og fá naut og bernis í kvöldmatt, nammi. Heyri, svo að Netto, þar sem stútfullt af heilsuvörum, ég kíkti þangað bara í vikunni og það aldeilis búið að fylla á heilsuvörurnar og ég mæli með að við kíkið þangað við tækifæri og verslið í matinn. Hjá mér í dag hún Anna Tara Andrésdóttir sem doktorsnemi við Háskólann í Barcelona með sérstaka áherslu á konur með ADHD. Og þetta finnst mér ótrúlega áhugavert og hlustundur mínir sem í Facebook-hópnum mínum, þeim stóð ekki á svörum þegar ég óskaði eftir hugmyndum að spurningum, þannig að það greinlega mikill áhuga á þessu efni, þannig að verður hjartanlega velkomin. Takk fyrir og gaman að heyra sér svona mikill áhugi. Algjörlega og ég bara mjög spennt fyrir þessu viðtali. Ok. Sjálf. En mér langar svona áður við bara förum kannski í hvað ADHD og allt þetta og hvernig það tengist heilsun okkar að kannski fá að vita aðeins þig og þinn bakgrunn og hvaðan þessi áhuga á ADHD kom. Já, ég hef eiginlega vita hvað ADHD held ég síðan ég mann eftir mér út af því að það hefur verið innan fjölskyldunar og mamma mín var formar ADHD samtakana í 10 ár. Okay. En fyrst hélt ég myndi alls ekki fara á svipaða braut. Þetta virtist vera bara svolítið erfið barátta, alltaf einhvern veginn sama, svolítið svona þreytandi gagnrýnin og sérstaklega þá var fólk ekki að trúa að þetta væri til, kannski bara hjá litlum strákum. En svo grindist ég sjálf með athyglisbrest þegar hvað í langt sér núna. Það sé ekki komin eitthvað 7 ára eða eitthvað held ég. Og þá svona kviknar nýr áhugurinn. Já, það ekki lengra síðan. Nei, það ótrúlegt og það kannski líka ástæðan fyrir ég skoða sérstaklega konur af því að maður einmitt ólíklegri til að greinast ef maður stelpa eða kona með ADHD. En ef þú horfir aftur í tíma þegar þú sparar, kviknuðu þá perur eftir að þú fyrst greininguna? Hellingur, líka bara að skoða einmitt kynjamuninn, þannig að ég var kannski sendið í búð og kaupa eitthvað og það talað að konur noti oft frekar bjargráð eða stelpur, þannig ég myndi alltaf hvað ég átt að kaupa marga hluti og þá var maður ólíklegri til að gleyma einhverju. Og líka ég ferðaðist mikið einu flugvél og þá fekk maður svona miðan sinn í vasa utan hálsinn. Akkurat. Og ég setti það einu sinni fram var svona flugvélni og gleymd honum og síðan þá tók ég hann aldrei af mér aftur. Mér varst það mjög óþægilegt en ég gerði það ekki. Og svo bróður minn hann ekkert að pæli svona hlutum og þínir eru alveg sama og gleymir einhverju eru alveg sama og bara sem eitthvað dæmi já. En líka kannski eitt sem ég mæli með þegar fólk að hlusta því að stundum að ég veit að fólk vil hafa hlutina rætt og er unni mikið stimulation en mikla örfun þannig að ég mæli með að fólk sem með athyglisbrest og að hlusta endilega vera að gera eitthvað annað með hann ef þeir að þrífa eða vaska upp eða bara lita í litabók sumir eru bara í bubbles eða í Tetris þá byrja fólk ofta að hlusta miklu betur. Og líka ég hef heyrt þeir sem ég þekki sem eru með ADHD þeim finnst betra að hlusta á hlaðvörp á auknum hraða. Akkurat, þannig að en það á ég erfitt með að
samt vil ég ekki endilega tala bara alveg allt og rætt því að sumum finnst það líka óþægilegt en ég er alltaf svolítið erfitt með En fólk gefur þá val, getur ítt á og flytta hérna. Það er rétt, akkurat. Ég verð nú að segja eitt mjög fyndið dæmi að þetta, að þá kom maður í viðtali til minni daginn og hann sagði, já, ég hlustaði nú á þátt með þér en fannst þetta svolítið hratt, tala svolítið hratt og ég því að mér finnst ég einmitt frekar tala hægt. Heyrðu, þá kom í ljós að hann var búin að vera að hlusta á 2,0 og vissi ekki af því. Ég skil það verið hann svo hratt. Já, en núna veit fólk af þessi, það er hægt að stilla 1,25, 1,5 og 2. Já, það er mjög gott að vita því. Sniðugt. Og fleira svona þegar maður lítur tilbaka, ég meina, að vera í menntaskóla þá var maður með bókina sem maður skrifa heimalærdóminn sinni í. Ég teiknaði alltaf sama munstrið í hana og var alltaf að leita að því að þá hlustaði ég bara miklu betur. Og ég man einhvern veginn eftir sögukennar mínum að svona taka eftir þessu, hann var ekki alveg viss hvort að ég væri nú örugglega að fylgjast með en svo tók hann eftir samt að ég tók alveg þátt í samræðanum og þá alveg ok, þetta virðist verið í lagi. En hvað, þinn bakgrunnur, þú sem sagt ert með B.skráð í sálfræði, það ekki? Jú, ég var í HÍ og flytt svo til Spánar og til Barcelona. Ég bý núna, ég reyndar fluttu svo út í sveit en ég er ekki alveg í Barcelona ennþá, ég er svolítið nálægt og þá fór ég í háskólann í Barcelona og fór í mastersnám þar sem heitir Research in Behavior and Cognition og svo í doktorsnám í kjölfarið þar sem ég valdi að fókus á ADHD hjá konum. Já. Varstu byrjuð í sálfræðinni þegar þú færð greininguna eða var hún áður? Það var áður, já. Og tengdirðu þá svolítið við þetta strax? Það var nú ekki mikil kennsla þetta þar. Ég myndi segja þegar ég vissi ég var á leiðin í mastersnám þá segir mamma mín við mig, ég held hún hafi sagt kannski einu sinni tvisvar eitthvað svo ég muni allavega, kannski að það væri einhver ADHD-einkenni en maður hugsa bara, nei, þú veist, ég er ekki eins og strákar sem ég þekki með ADHD, það er allt öðru sem getur ekki verið en hins vegar átti ég mjög erfitt með að byrja að læra nema á síðustu stundu fyrir próf og sumir eru alltaf að reyna og eru eða svolítið vond við sjálfa sig alltaf, akkur er ég ekki búin að þessu, akkur kerði ég ekki neitt. Ég var ekki þannig, ég vissi eiginlega bara að það væri óraunsætt og hélt eiginlega að það væri þannig hjá öllum. Þannig ég ætlaði bara að fara að gera eitthvað skemmtilegt og var ekki að setja sjálfa mig niður, ég held að þetta væri eðlilegt, svona væri flestir. Og svo lærði maður ofsalega vel einhverja dagar fyrir próf, eiginlega bara eins og superwoman og ég bara frekar klára að púla það. Þannig. Já, þannig að mamma mín segir þá við mig þegar ég er á leiðinni í mastersnámi í útlöndum að þá minnist hún á eitthvað svona og þannig að alltaf það hafi ekki verið tímapunktur í lífinu mínu þar sem ég var opinn fyrir hjálpunni og ok, það væri nú kannski alveg gott að geta gert hlutina ekki á síðustundu. Og við kannski förum í það og eftir þá hvernig þú gerir það. Já. En byrjum kannski bara á skilgreiningunni. Hvað er ADHD? Já, það er mjög góð spurning. Og ég myndi svara því að það sé hægt að svara því á 2 mismunandi vegu. Þannig að í rauninni er bara greiningaferðli á Íslandi, það eru svona spurningalisti sem er með 18 spurningum og það er þá 9 spurningar athyglisbresti-einkenni og svo 9 spurningar ofvirknis eða hvatvísiseinkenni. Tæknilega séð eru einkenni sem eru á þeim lista, það er eina sem gildir þegar það er að greina í dag. Hins vegar finnst mér og flestum sem að rannsaka ADHD að það verður nokkuð takmarkað. Já, samanlega. Já, og þannig að mér finnst betra að skilja þetta út frá kenningu Russell Barkley sem er mjög þekktur ADHD rannsakandi og hann talar að það sé betra að skilja ADHD sem stýrifærnisröskun. Og hvað er stýrifærni? Það er hæfileikinn til að geta stýrt sjálfur sér. Það er svona eins og ef ég mynda er bara hljómsveitastjóra sem ákveður hvaða hljóðfæri fara á stað og hvenær að hætta og samhæfir allt þannig að geta skipulagt sig, að geta bara geta byrjað á hlutum, geta stoppað á þeim og geta planað og fyllt eftir í tíma. Þannig að svona eftirfylgni er kannski eitt að erfast í ADHD og ég myndi segja að það enginni sem að fáir átt að segja á að sé ADHD. Þannig að það er í rauninni sem sum myndi kannski kalla fresturna áráttu. Ég held að það sé það enginni sem að trufli hvað flesta sérstaklega fullorðna þegar maður þarf að bera ábyrgð á hlutum og þarf að gera hluti og þú veist, úr kannski bara undir mjög miklu álega, mjög mikilvægt að byrja að vinna eða skrifa sér ekki eða eitthvað en þú setur bara upp í sofa og gerir ekki neitt, það kemst ekkert af stað og það getur átt við
svona mikilvæg hluti í lífinu, en það getur líka verið bara, kemur ekki í styrstu, bara ert allan daginn bara á leiðinni. Já. Hvað þá að gerast í heilanum? Ok, þannig að framheilin, hann þroskast aðeins seinna hjá fólki með ADHD og kannski fullþroskast ekki alveg sama marki í sömu tilvikum. Já. Og þannig að framheilin hjálpa manni í rauninni að skilja framtíðina betur, þess að sjá fram í tíman. Þannig að ég til að mér sá þann mun þegar ég byrjaði svo á ADHD lyfjum, var að, þú veist, í byrjun annar þegar verið að segja hvað séu að fara að læra þessari önn og hvenær próf og hvenær reykir það fór allt svona út hitt, einum eitt og út hitt að því að þetta var bara svo langt í framtíðinni, ég þurfti ekki að pæla í þessu núna. En núna allt í einu á lyfjum þá fyrir, já, byrju, ok, þannig að fyrst kemur þetta próf og svo reykinn stutt þetta það, þannig að ef ég byrja þá kannski þarna, þá væri það gott, veist. Þannig að tala svona tímaglugga í framtíðina, þannig að fullari fólk sem ekki með ADHD, tímagluggin kannski cirka 3 mánuðir, á meðan hjá fólki með ADHD að þá hann mun styttri og svona í gegn. Þannig að það ein leið, en svo líka að skilja þetta bara út frá dópamíni. Þannig að það svona helsta sem kannski raskast hjá fólki með ADHD, að dópamín það lætur þið líða svona, til að mér súst að lesa bara einhverja bók og þið líður bara, satisfied eða fullnægð, bara ok, þetta nógu spennandi, ég þarf ekki meiri örfun en þetta. En hjá fólki sem með ADHD að þá dópamínu oft svolítið lágt og þannig að ein bók ekki nóg. Ég þarf alls líka að vera að hlusta á tónlist, ég vil vera líka með sjónvarpið í gangi eða ekki nema bókin sé rosalega spennandi. Þannig að það þessi stanslausa leit eftir meiri örfun og það getur haft rosalega margar birtingamyndir. Það getur verið adrenalinfík, það getur verið að einhver leitist eftir að rífast fyrir fólk miklu meira, það getur verið að vera meira skapandi, að vera hendi brandar oftar eða hvað sem Ok, þetta áhugavert. En er það rétt að þetta tauga þroskaröskun? Þetta eitthvað rosa orð sem var Já, sko, út frá þessu með framheilan og það í rauninni að það kannski sendist á ekki nóg mikið dópamín á milli taugaendana, þannig að svona svo rýrðir taugaendar hefur stundu verið útskýrt. Lyfið þá tengir þessa brautir? Já, þannig að þá í rauninni þú veist allt sem átt að gera, það svona aftast í heilunum, ég veit ég á lærið próf, en það í rauninni skýst ekki alveg fram í framheilan sem að síðan framkvæmir, þannig að hljómsveitarstjórinn á heima þar og þetta gera verkum að við getum líka bara borið meiri ábyrgð á okkur sjálfum og komum hlutum í verk og ástæðan fyrir að börn kannski þurfa líka ekki að bera svona mikla ábyrgð af því að þau ekki með fullþroskaða framheilavirkni, ekki að plana fram í tíman. En þannig að Barkley, hann skipti þessu í sjálfsvitund, gerði svona píramíta í rauninni stýriferðni. Þannig að bara hæfileiki til að geta séð sjálfa sig eða fylgst með sjálfum sér sem oft skerstur hjá fólki með ADHD. Þannig að maður veit kannski ekki alveg hvað maður óvirkur í tali eða hvað maður kannski með aðeins yktari skapviðbröð og svo framvegis. Af því að þetta rauninni kannski erfið með að halda athyglinni einhverju og þá líka við sjálfa þig. Þannig að það mjög, og það margar rannsóknir sem sýna að fólk sem að fylla svona lista sín eigin einkenni, það ger alltaf minna úr þeim heldur en þeirra nánustu aðstandendur. Já, þess vegna alltaf fengin líka einhver nán aðstandi til þess að svara sömu spurningu. Nákvæmlega, af því að við erum ekki alveg marktæk sjálf allavega. En svo kannski þegar maður búin að læra þetta, búin að opna augun og búin að fylgja svolítið með sér, þá maður kannski meira meðvitaður. Og síðan það hindrun eða þess að geta haldið aftur á sér, að geta stoppað. Þannig að það hefur líka rosalega marga birtingamyndir. Þannig að til dæmis að geta hægt að tala, að geta hægt að vera á hreyfingu eða eitthvað. Þetta það sem að reynist fólki með ADHD erfitt. En líka bara, kannski varst ég allan dag að reyna að byrja á sér reykjarð, en nú ertu loksins byrjuð og klukkan 12 og þú ættir að fara að sofa en þú getur samt ekki hægt. Eða þú mun allan dag að reyna að byrja að ryksuga og þú byrjar ekki fyrir klukkan 9 og nú ertu líka að taka til í öllum smáskúfunum og eitthvað og getur ekki hægt. Þannig að þetta áver rosalega margt. Þú veist, mín eigin einslega því ég búið til sveit með 4 hjól og maður að fara hvert og hugsa, já, það örugglega ekki sniðugt að fara hérna því að það gæti að fara á hliðina og þannig að þarna næ að spotta hvar ég ætti nú að stoppa en svo annað raunverulega ná að stoppa sem að, já, gengum misvel. Og svo það minnið sem að mjög margir mjög mjög erfiðleikum með ADHD sem
bara, ég myndi segja kannski já, svona það einkenni sem hamlar hvað flestum líka, dónkum mikið. Þannig að það er vinsluminnið og þannig að vinsluminni er hæfileikinn til að geta haldið nokkrum hlutum í einu í minnunu og geta unni með þar upplýsingar. Þannig að til dæmis bara ef ég segi tölunar 3, 5, 1, 2, 7, 8 og byrð þig svona að endur taka þær í réttur röð. Þá ertu að halda með minnunu og svo ertu að vinna með þar að segja raða með réttur röð og endur taka. Þannig að fólk sem er með ADHD það getur unni haldið færri svona hlutum í minnunu í einu og það sem ég hef fundið fyrir, ég hef kannski verið mjög fókusur bara alls ekki, ég er að fara í þetta lækna tíma eða eitthvað og ef mér huga mjög mikið við það og mér þetta ekki hug, ég gæti gleymt því eftir 5 klukkutíma. En svo kemur kannski bara eitthvað 20 viðbútt frekar svona sem að skipti máli og ég er einbæðið mikið að því og þessi tími á lækninum bara alveg farin. Þannig að það er bara sem eitt. Mjög margir sem tengja við þetta. Já, og bara please, fólk sem að þekki fólk með að ég ekki taka þessu persónulega, þetta er alls ekki eitthvað skiptir mann ekki máli, bara alls ekki. Og líka auðvitað bara þetta típiska, þú veist, labban í herbergi og mannst ekki akkur og fórstangað, en svo byrtast þetta samt svo mismöndi fólki að því að maðurinn minn er líka með athyglisbrest, það kannski líka útskýri líka áhugan að því að ég sendi hann í greiningu ekki löngu eftir að hann byrja saman og minni styrkleikar og veikleikar eru svolítið mismöndi í okkur. Ég var upp með að muna miðvikudaginn næstu viku á ég bantaðan tíma þarna en það er hlæmis auðvöld fyrir hann. Ég man samtöl oftast svona freka vel, jafnvel kannski hvað einhver satt í herbygginu eða eitthvað, en ég man, ég rosalega andlisblind og rosalega óratvís, þetta er líka tegundur minni sem að geta oft verið erfitt í fólki með ADHD, en svo getur það líka verið öfugt að því að þetta er í rauninni, eins og það sem Barkley segir, unregulated eða ójafvægi í þessu, það getur jafnvel verið rosalega sterkt á einhverjum sviðum og stundum er það líkt meira við kannski einhverju einkenni. Þannig að það sem þú hefur áhuga á eins og ég með ADHD, þá verður minni mitt aldrei ekstra gott. Og svo er sumir sem eru kannski svo ótrúlega mun andlit svo vel að þau eru jafnvel að heilsa fólki aðeins og vandræðilega oft. Hæ, mannst ekki eftir mér, þú fyrir vinu vinkunum minna sem ég hitt út á götu fyrir 5 árum eða eitthvað. Þannig að taka eftir svona, já. Misræmi. Sko, ég veit ekki alveg hvort þú varst búin að klára upptalninguna, ég vildi ekki skemma það, já. En kannski fara eitt sem er datt bara í huga, því að það er alltaf verið að tala áunnið ADHD, en já. Það er náttúrulega ekki til. Ég er mjög til að taka það, það fellur líka kannski undir mýtur, þannig að kannski við rétt klára þetta og svo skulum endilega fara það. Þannig að tilfinningastjórn er annað sem er til dæmis ekki inn í greiningaviðmiðunum. Þannig að það er ekki skoðað, en Barkley og fleiri eru að reyna sér besta til að agitera fyrir því að þessi tekið tillit til þess. Þannig að alveg eins og getur verið erfitt að hafa stjórn á því hvað maður tala mikið, þá getur líka verið erfitt að hafa stjórn á skapinu og líka hvatvísi í tilfinningaviðbrögum. Þannig að einhver segir eitthvað við mann og maður jafnvel misskilur það en ég byrjar að bregðast við, hvað sagðirðu? Þannig að þau verða kannski virka svolítið ykt, þannig að koma fljótt. En fólk getur líka oft verið frekar fljótt að ná sér niður og fljótt að, þannig að það er bara mjög mikilvægt að kunna time out, myndi ég segja þessu og þetta er eitt af mikilvægast að kemur að samböndum, öllum samböndum. Já. Er hægt að kenna börnum þetta einhvern veginn á góðan hátt? Já, ef þú veist að hjálpa þeim með þetta tilfinningastjórnun. Já, að finna eftir hvað aldur út að tala en það hjálpar þetta bara fyrst að bara sjálfsmeðutundin, skilja þetta og sjá þetta í sjálfu sér og svo æfa sig í rauninni tæmáti því og það er annað með ADHD, það sem ég sé oft að fólk getur ekki hægt að rökraða eða rífast. Akkurat. Og það vill alveg hætta, en það bara getur það ekki. Þannig að lyfin líka hjálpa mér mikið með það að geta náttúrulega tekið tæmát en það var mjög mikilvægt að koma samt aftur að því síðar. Þá er ég ekki að meina bara að leggja eitthvað vandamál til hliðar og aldrei að glíma við það. Nei, ræða þau þegar þau eru búin að jafna sig. Akkurat, nákvæmlega. Og svo 5. atriði hjá honum er þetta sem ég kannski myndist á áðan svolítið með þetta frestun áráttu og svo talar hann bara skipulag og lausnir sem er kannski svona æðsta stigið þegar framheilin er hvað þroskaðastur að það er munur að geta skipulagt heilt brúðkaup og 6 ára börn sem er ekki með þroskaðan framheila ætti kannski erfið með það sem dæmi. En já, áunnin athyglisbrestur það er mjög flókið dæmi hvað er fólk að tala um og hvað þegar það segir þetta. Rætur athyglisbrest eru líffræðilegar oftast, þar að segja að þetta er mjög genetískt. Það eru mjög mikla líkur á að
sérstaklega verið báði fóreldrar með ADHD, að þau eignast börn með ADHD, þú veist, sumar rannsóknir tala eða kannski annar fóreldri að það séu kannski 40% líkur, persónulega held ég að sé meira, já, en ég veit það ekki alveg. Líka því að þetta svo oft ekki kannski greint hjá konunum, sko, en á unnið, svo líka reyndar aðra orsakir hjá ADHD geta líka verið eiturefni í umhverfunum. Þannig að til dæmis eins og blýeitrun hefur verið nokkuð vel rannsökuð hvað var það ADHD. Okay. Og þannig að það geta verið svoleiðis orsakir. Þá, sem sagt, ef þú verður fyrir, hvernig? Já, þú fær blýeitrun eins og þú ferð á bensínstöð og nú blýlaust bensín. Það þurfti þvílíkt að berjast fyrir því, að þurfti að finna mjög margar rannsóknir sem sýndu fram á skaða blís, ekkit bara hvað var ADHD, heldur bara ótrúlega margvíslegan heilsuskaða. Þannig að hægt og rólega verið að reyna fjarlægður umhverfinu okkar, en það samt voðalega víða og ekkit bara þetta. Ég meina, það allstaðar í kringum okkur, alls konar. Líka bara eiturefni sem eru sett á matinn og allt það. Þannig að það svo sem líka eitthvað til að skoða, að detoxa ýmislegt. En lengi, og þannig að ég var barn, að þá voru miklu fordómar, fólk kendi fóreldrunum Akkur. Og þú bara lítur að vera slæmt foreldri og það tók rosalega langa tíma að reyna að vinna gegn þessu fordómum og áður var þetta líka svona með börn sem voru með einhverju mæður að voru kallar ískápamæður, eða refrigerator mothers. Það var talið að þau væri svo köld að því að mæður væri kaldar. Þannig að Barkley talar rannsóknir þar sem að það var sett myndavél á heimili fjölskyldna með börn með ADHD. Og þegar að börnin voru sett á lyf og náðu meiri stjórn á sjálfu sér, að þá í kjölfari eiginlega líka breyttust fóreldrarnir. Þannig að punkturinn var sá að það var ekki hegðun fóreldrarna sem væri rótin sem væri síðan að stjórna því hvernig barnið kemur út. Þannig sem betur fyrir hafa þessi fórnum að minnka töluvert þó að sé ennþá eitthvað af þeim. Og ég meina ADHD rannsakaðasta röskunin af öllum, það er minnst að kosti 1000 rannsóknir á ári. Wow. Já, mjög mikið. Og já, þannig að, og af öllum þeirra rannsóknum að þá finnum við hluti eins og eiturefni, sem geta líka fyrirburar eða ef það framheila skaði og fleira sem að við sjáum að geti auki líkur á ADHD. En ekki uppeldi beint. Nei. Þannig ef þetta væri svona umhverfislegi þættir, þá væri þetta líka bara nokkuð auðvitað læknalegt, myndi ég halda. Já, en sem ekki raunin, sko. Það svona, þetta ekki góð pæling í rauninni, en ég skil alveg að það sé mjög mikið áreiti í dag í samfélaginu okkar. Akkurat sem eitthvað fari. Já. Streitan. Já. Það oft sömu einkenni. Já. Þannig að þetta ekkit eðlilegt samfélag sem við búum í. Þetta reynir alveg svakalega mikið á. Ég hef reyndar séð eitt rannsóknar teimi sem gerði held ég reyndar 3 rannsóknir saman. Ég hef ekki séð svo fleiri að því í rannsóknum maður vil helst sjá minnstu kosti 20 rannsóknir áður en maður tekur mikið mark á þeim en þetta samt mjög áhugavert. Þau skoðu þetta hjá börnum sem voru undir 30 ára og ef þau horfðu á, það var ekki bara spurningum að horfa á sjónvarp eða ekki horfa á sjónvarp, heldur hvernig sjónvarpsefni. Þannig ef að sjónvarpsefni var að fara mjög hraðar en alvöru lífið. Þannig að, þú veist, eins og hlæmis Pokémon eða eitthvað og svo kannski Teletubbies, þú veist. Þannig að það að vera að horfa á eitthvað sem var svona miklu hraðar var kannski líklega til að valda einhver sem allavega var svipað og ADHD einkennum. Þau skoðu ekkert eftir 30 ára aldur. Þannig að ég myndi alls ekki útiloka að þetta sé eitthvað sem við verðum klálega að rannsaka meira en hins vegar vil ég ekki meina að einhvern veginn bara stjórnum bara hérna sjónvarpglápi og stimmuringu og þá verður bara hverfur athyglisbrestur. Það myndi ég ekki segja að væri raunhæfa væntingar og líka að því að maður með lágt dópamín og þess að þannig að manni leiðist rosalega oft og fólk heldur kannski að það sé ekkert náttúrulega mikið máli, minna hvað því að leiðast. En þetta svo mikil yrðaleiki að manni líður bara illa í eigin skynju og bara, það er einn hérna þekktu líka ADHD sérfræðingur sem að tala að hann hafi setið í tíma og hann hafi bara allir hoppað út gluggann án þess að hugsa mikið, hann gat ekki verið hann lengur og hann bara hoppaði út. Þannig að það er líka kannski bara mjög eðlilegt að leitast eftir aðeins meiri örfun þegar dópamínið þetta lágt og þannig þegar þú komið með það örfun þá þú loksist bara komin í svona bara eðlilegt ástand. Þannig að ég fæ líka mér finnst líka óþægileg tilhugsun að hugsa kannski börn sem rauninni vel myndi bara líða svolítið betur
við meiri örfin og funkar ég vel betur eins og ég er að segja við fólk sem er hlust og þetta hlaðvarp gera eitthvað annað á meðan líka og mér finnst óþægileg tilhugsun ef ég væri barn og foreldrar mínu væri þá að reyna að minnka alla örfin í kringum mig. Ég skil samt algjörlega fólk sem vil prófa þetta að gera en bara hafa þetta bak við eira líka þetta, kannski getur þetta haft jákvæðari, kannski getur þetta verið svolítið bara eins og tortúra sko. Að þá minnka örfina? Örfina, já. Veistu hvað ég meina? Ekki alveg? Nei, þannig að þar þú miklu örfin þegar að já. Ég er búin að vera að hugsa þetta sko því að nú ég töpöld með ADHD og það er einmitt sko, það þarf að vera sjónvarp í gangi þurfa að læra og allt þetta sem þú varst að tala Fyrst fannst mér þetta rosalega skrítið því að ég þarf frekar held ég bara svona þögn, en mér finnst samt ég þarf svolítið mér finnst rosalega gott að fara út að labba og hlusta eða ég held ég get ekki bara að setja kjur og hlusta á hlaðvarp. Nei. Ég þarf alltaf að vera að gera eitthvað. Hvernig finnst þér þá ef þú væri allt í hún að labba og nú væri barn og þú mættir ekki lengur verið með hlaðvarp, bara að labba núna? Það var reyndar alltaf fyrir mig. Eða, ok. Fyrir ég get alveg labba og hlusta á ekkert sko. Ok. En þegar ég er að hlusta finnst mér gott að vera að gera eitthvað meðan. En skilurðu? Já. En ég get alveg að fara út í göngutúr og bara að hlusta á náttúrunum. Það finnst mér líka bara geggjað. Já, ok. Eða þá bara sitja og bara hlusta. Já. Eða fyrir börnin nú þau að læra en ekki vera með neitt umhverfisljóð, ekki eitt sjónvarp, enga tónlist eða eitthvað. Þannig að fyrir suma þá væri þetta tortúra. Fyrir aðra þá kannski myndi þetta hjálpa, maður veit ekki. Þannig að ég skil alveg fólk vilja prófa þetta en bara samt líka fara að velja og líka hafa augun opin fyrir því að það sé kannski, fyrir fólk með lágt dópamin sé kannski eðlilegt og ég veist allt í lagi að leitast eftir meiri örfun eftir þá fer dópaminið bara í rétt magn. Ekki ofhátt. En Hallowell sem er þekktur að ég hátti sérfræðingur líka, hann talar bara sendu barni í sveit í eina viku og ef það er allt í bara með engin athyglisbress einkenni, þú veist, þá kannski það þannig en ef það er búið til leikvöld úr öllu sem maður finnur þarna og þú veist, hægist ekkert á því að þá kannski það annað. En málið að kannski líka athyglisbrestur ekkert besta orði yfir þetta. Við ættum meilurinn frekar að kalla þetta stýrifærnisvanda eða stýrifærnisröskun að því að skortur á athygli, þú veist, það er svo mikið þá eiginlega við alla geðraskanir, ég með fólk sem er með þunglyndi, það hefur áhrif á athyglina, fólk sem er með OCD obsessive hvað eftir íslensku nú alveg stólur mér árættu þráhyggja, að það hefur líka áhrif á athyglina, hún virkar öðruvísi veist, fólk með átraskanir og svo framvegis að flest af þessu hefur áhrif á athygli og sjónvörp og interneti og allt það í dag líka hefur áhrif á athygli þannig að við erum kannski búin að hijacka þessu orði og það veldur kannski líka bara miskilning, þetta er svo miklu víðar á þetta þannig að ég myndi vilja að við tölum þetta frekar sem stýrifærnis vanda því að það útskýrir þetta allt bara miklu betur og fólk heldur út af þessu nafni þetta snúist bara athygli og ekkert annað og skilur ekki frestuna áráttuna eða eitthvað þannig. Og þetta var náttúrulega líka á tímabili bara að kalla ofvirkni. Já, að því að það er bara út af sögunum að ég háti og það er þetta líka annan punktur það er sko elsta svona lýsingin á ADHD í langsfræðabókum er frá því fyrir 250 árum þú veist, fólk sem er með ADHD í ættinni, það hefur alveg heyrt sögur af og ömmu og jáfnvel langum og fleira sem voru greinilega mjög ofvirk og ýmislegt þannig að sko ADHD hefur verið til löngu áður en samfélagi var eins og var í dag já. Er ADHD að aukast eða er bara greiningum að fjölga? Af því að það er alltaf verið að tala um að sé fleiri og fleiri að greinast? Já, kannski bæði. Af því að þetta hefur líka með eitrefnin í umhverfinu og fleiri getur haft áhrif. Að þá finnst mér það alveg geta líka útskýrt af hverju það hefur kannski aukist. Það er líka til fleiri útskýringar sem að pælingar eru að það hefur kannski verið frekar ævintýragjarnt fólk sem hafi komið á þessa eyju og hafi kannski líklega til að vera með ADHD-einkenni, ég meina alls konar svona og svo líka reyndar að fólk með ADHD það er líklega til að eignast börn fyrr, eignast fleiri börn þú veist, það getur verið margar útskýringar á því en við erum líka klálega að greina betur eða greina meira, ég myndi ekki segja betur kannski einhver leiti og þannig að það sem að persónulega mér finnst störfa er bara miklu meiri þekking á ADHD hjá mörgum sem er að greina ekki öllum og fólki sem er að meðhundla líka eftir greiningu og það mætti verið meiri eftirfylgni bara hvort að meðferðin sé að virka, hvernig hún sé að virka og
það er náttúrulega sérstaklega að tala þetta þegar að vera að tala fíkn. Þú veist, sumir myndu vilja gera rannsókn þar sem er skoða hversu mörgum mikið af börnum sem er og þessum lyfjum sem er auðvelt að misnota því það er auðvelt að misnota ADHD-lyf eftir hvað lyfið er. Eru þau með foreldrar sem er fíknus og svo fleira og ég skil algjörlega þessar pælingar en á endanum þá líka velti ég fyrir mér takmörkun á eiturlyfjum hefur það verið mjög árangursríkt í að draga úr fíkn eða er rótin annar staðar og ættu við líka kannski að fókusa á að tækla það þar. En er það rétt að börn eða kannski ungmenni með ógreint ADHD séu líklegri til að leiðast út í neyslu? Já, þannig að það er þetta að geta ekki hætt og að vera alltaf að leitast eftir örfun. Þannig að það er klálega aukna líkur á því og þá líka við mat að geta ekki hægt að borða. Það var spurningar sem ég fekk frá hlustendum að hvernig tengist ADHD mataræði? Já, þannig að mér er stoltið góð lýsing munun á tilfinningaáti og síðan ADHD áti. Þannig að tilfinningaát úr að borða til að láta það líða betur og hvað þessi kaka er góð og svona nýtur hennar. Þannig að fólk með ADHD það setur kannski með snakkskáluna fyrir fram að sig, hættir ekki að henda snakkinu upp í sig en hugsa, akkur er ég að borða þetta, mér finnst þetta ekki eins og gott, en getur samt ekki hætt fyrir að skálinu er tóm. Þannig að þetta getur bæði verið að leitast eftir örfuninni eða líka til leiðist, veist, alltaf að leiðast og maður þarf að hætta að koma sér út úr því ástandi og byrja að borða eitthvað gott. Og svo að geta ekki hætt þegar maður er byrjað að borða og svo eru margir aðrir sem er hreinlega að gleyma því að borða eða ná ekki að hætta að gera það sem er að gera. Þú er kannski að skrifa sér ríkjað og ættir nú að taka hádegismat en þú getur ekki hætt að skrifa. Þannig að þá er raunin kannski gleymtur þig ekki, þú ert alveg að hugsa lengi, ég ætti nú að borða, en þetta er svona erfiðleikar með set shifting, það er að segja að fókusera á eitthvað eitt og færa sín athyglina yfir annað. Þannig að þegar þú ert rosalega einbeitt að því að skrifa ritgerð og kannski magiðin eða einhverju í skólunum með eitthvað að tala við þig, að þá verður maður næstu, getur maður orðið pirraði bara, býtu hvað að segja, að því að það tekur einhvern veginn svolítið mikið á að færa athyglina af ritgerðinu og yfir á það sem manneskjan var að segja fyrir fólk sem er með ADHD, meira heldur en fólk sem er ekki með það, þá kannski ekkert mála, bara já, hvað segir, já, nei, og halda svo áfram. Þannig að það vilja margir ekki heyra það en ADHD-lyf er svo meðferð sem er lang árangursríkust. Þannig að ef ég ætti að reyna að hendur sér einhver prósentölur þá myndi ég segja lyf svona 70-80% myndi draga úr ADHD-engjunum á meðan að aðrar aðferðir þá er ég að meina hegðunar séð eða breyta umhverfinu eða eitthvað þannig að það myndi kannski svona 20 max, ég myndi ekki segja 30, myndi eða segja 25, veit ekki. En hvað er hægt að gera í lífstílnum? Þessi 23%. Já, akkurat. Hvað er hægt að gera? Því ég veit að því það er alltaf einhverju sem kjósa að vera ekki að leyfi. Já, og þetta margir líka sem að eiga erfitt með að finna rétt lyf fyrir sig og það er eitthvað annað vandamál. Ég held að ofsalega margir kannski prófað og ekki verið með nógu góðan geðlækni, ekki fengið nógu miklu hjálp, að það getur verið mjög flókið fyrir sum að finna rétt lyf og réttan skamt og algengt er líka fólk sem er einhver mataróþol og það veit ekki af þeim og endilega og ef að mægin er ekki alveg í lagi, það kannski sérstaklega verið hægt að træða því að þá fattar fólk ofta ekki að mægin sé ekki alveg í lagi að þá kannski virka lyfin líka ekki alveg. Þannig að oft og algengustu mataróþolin eru glútein og mjólk. Þannig að oft virka lyfin bara betur bara með að pæli þessu. Það er alls konar trikk. Þannig að koma þarmaflórunni kannski í lag fyrst? Það eða svona? Já, eða allavega bara í mínu tilviki og hjá manninu mínum að þá urðum við bæði að taka út glúten til þess að lyfin virkuði, annars virkuði það ekki. Og ég veit rosalega marga sem að hafa glímt það líka, eða hafa þá reynslum. Og ég meina að það meikar auðvitað bara sens hvernig fara lyfin upp í heila, það fyrir gegnum magan, en samt eru ótrúlega að fá geðlækna sem að átta sig á þessu. Þannig að það fer svolítið eftir þegar þú prófa fyrst lyf og hvernig ferði því, ef þú fær aukaverkunum, hvernig er það og hvað, að út frá þeim upplýsingum er oft hægt að finna út hvað breytingar hægt að búa til. Þannig að mér finnst rosalega satisfying, eða mér finnst svo gaman að geta hjálpa fólki með þetta og ég mæli með YouTube-vídeum og bók Dr. Charles Parker fyrir alla sem eru að reyna að ná fram virkni lyfjana. Þannig að í fyrsta lagi að með réttri hjálp þá held ég að gæti mjög margir fengi lyfin til að virka betur fyrir sig í fyrsta lagi. En þannig að ef það er gert að þá held ég að það geti virka vel fyrir að dreigi úr einkennum svona kannski
5% eða svo. En síðan myndi ég segja strúktúr fyrst og fremst, þannig að þú með ytri ramma. Já, þannig að sko fjarnám myndi ekki virka sérstaklega vel fyrir flesta maður. Ég veit að það alls konar mismunandi fólk samt og einhver tilvikum og annað fólk bara gæti alls ekki mætt í skólan og námið kannski enda ekki það kræfindi að getur bara lært á síðustu mínútu eða eitthvað, síðasta dag fyrir próf. En helst, það sem að þú þarft að hafa sjálfsaga og fólki, það er ekki rétt að fólk með ADHD hafi ekki sjálfsagan, heldur það rauninni bara heilin ekki að skjóta þessum taugabúðum, sko, þannig að þetta er ekki eins konar val að byrja ekki eða koma hlutunum ekki í verk, eins og getur verið mjög flókið í sambandum þegar makinn skilur ekki bara af hverju þú getur ekki bara að byrja að ryksuga fyrst eða eitthvað. Og fólk oft harðast við sér sjálft líka. Já, það er náttúrulega mjög erfitt, þannig að það heldur sér líka gott að bara fyrst og fremst að byrja að skilja ADHD, byrja að fylgjast með einkennunum sínum og skilja kannski þá að það ekkert gott plan endilega ef að þú búin að setja marga sunnudaga og ert að reyna að byrja að ryksuga og kemur þið ekki í verk og ert síðan bara vond við sjálfa þig í kjölfari. Frekar skilja, ok, þetta kerfi ekki að virka fyrir mig og maður þarf ofta að vera svolítið skapandi því það er mismunandi hvað virka fyrir hvern og einn. Þannig að fyrir suma myndi virka betur að bjóða fólki í mat á sunnudagskvöldum af því að þá myndur raunverulega vera líklegri til að byrja að ryksuga áður en að koma. Eða bara í sömu tilvikum að fá sér eitthvað sem að kemur heim og þrýfur getur líka bara við stundum vera svoleiðslaus sem hjálpar. En til dæmis bara þú átt að vera að læra mæla mótivini, að hitta þá í skólanum eða bókasamninu að læra að vera í vinnum sem eru mikil struktúr í með börn að þá getur verið hjálpið líka að brjóta niður verkefnin, þannig að kennar sem segir ég vil það bara eins og mastersrykir eða BS-rykir, þú veist, eftir 3 mánuði þá ég verið að gera þetta, eftir 1 mánuð sýnir mér struktúrin, beinagrindina og verið svo búin að búa til eitthvað, þú veist, og þetta er svona að því að við erum með að skilja tíman, fram í tíman að þetta er rauninni bara svona gera verkum að gera ekkert eiginlega. En ef maður brýtur niður og skrifiði þú veist, einhverja x marga blaðsjur á dag og sendi mér alltaf, þú veist, í kjölfarið það verið betra. Þannig að það væri mjög gott að segja leiðbendurinn sínum til dæmis bara. Ég er með aðdeilisbrest, ég þarf mörg lítil deadline, eða þött, aðhald tanni. Og það er munur því, fyrst eins og leiðbendur minn með mastersreikirinu mína, þú veist, að hann vissi þá að ég var með aðdeilisbrest og skildi það mjög vel. Hann bara, ok, og ég var hittan í visskipti, hann bara, ok, þannig ég vil að þú sér búin að gera alla tölfræðinu og sendi mér henni í næstu viku. Og ég var líka að flytja og á sama tíma, en þú veist, þetta var svolítið mjög sniðugt hjá hann því að þá bara vinnum maður þetta algjörlega miklu betur. Það er eitt ráð, svona finna bara út úr kerfi sem virka fyrir sig og líka við erum miklu líklega til að standa við skuldbindningar. Þannig að þú veist, þú búin að lofa að hitta vinnir á bókasafninu eða eitthvað svoleiðis. Og það er meira sér til á netinu þá er þetta að borga fólki til að hitta sig í svona date bara í gegnum neti. Nú hittast við á Skype eða eitthvað og við lærum saman í 4 klukktíma eða eitthvað. En með svefn, því að nú þekki ég það, ég á töpöld með ADHD. Já. Og það er oft rosalega erfitt að sofna. Já, algjörlega. Er það ekki bara svolítið algengt hjá fólki með ADHD yfir höfuð? Jú, það myndi ég segja líka væri eitt stærsta vandamáli og sumir kannski greinast eiginlega bara út af því að þeir fara að leita sér hjálp bara út af svefnvandamálum og það er bara fátt mikilvægara. Lyf hjálpa oftast mjög mikið með þetta og fólk verður oft skilur ekki alveg af hverju örvandi lyf hjálpa með þetta en það er rauninni virkja framheilan, það getur róa fólk á ýmsan máta að vera ekki með lágt dópamín og ekki alltaf að leitast eftir meiri örvun, heldur að dópamínu sé bara á réttum stað, það er líka að róa mann. Þannig að ég veit eiginlega ekki neitt sem að hefur við erum með svefnvandamál og svo byrja á lyfjum og lyfin hafa ekki hjálpaði með það en annað sem getur líka rútínan fyrst og fremst skiptir miklu máli og þannig að einhverja spurningarna á Facebook-grúpunni var líka hvernig get ég haldið rútíninni þannig að aftur númer 1, 2, 3 líka bara ekki að vera vondu við sig en síðan bara reyna svolítið að breymblasta með hvað eru góðlöfstum til að halda rútíninni þannig að þú ætlar þér alltaf að fara ræktina bara vertu með ræktavin að það hjálpar mjög mikið eða þjálfara eða eitthvað þú veist því að oft er þetta bara kannski bara geggjaði spenningur fyrir einhverju nýju, gera það í viku og svo bara ekkert meir
Það rosa algeng. Já, og það líka ADHD einkenni því þetta líka leitin á örfuninni, þannig að það sem sagt, það annar yndislegur sérfræðingur ADHD sem heitir William Dodson og ég mæli með það líka á heimasíðunum minni annatara.is, þá tók ég saman viðtöl og eitt annar eftir hann og manni líður svo skilin það var svo gott að hlusta á hann það var hann nennur að segja fólkinu í lífinu minni allt þetta en hann talar svona hvað mótivera fólk með ADHD og eitt af því svo nýjung af því að það svo örvandi þannig að þú átt kannski að skrifa ritgerð ég veit ekki, pólitík eða eitthvað í dag en svo bara byrjaði eitthvað gos einhvers staðar og þú ert þá aðeins að pæla núna í eldgosum og ert núna alltaf búin að læra allt surtsey eða eitthvað, mjög til að læra allt surtsey núna en svo ertu kannski að skrifa ritgerð eftir mánuð eitthvað surtsey og þá sá áhugað liðin hjá þannig að það verður stundum svona panik sko, ég vona ég geti byrjað þessu á morgun og það líka að meina að fólk ekki með ADHD getur bara ætla sér að byrja þessu á morgun og lyfin hjálpa líka með það ertu líklegri til að geta byrja og líka sko, þannig að þetta ódreiknilegt hvert áhugin að fara með mig núna og maður kannski bara, núna vil ég mála þetta herbyggi ég bara geggjur stuð fyrir það og svo líður þetta hjá kannski bara einum degi eða 2 eða 3 eða viku hvað sem og þá mjög algengt að eiga eftir kannski eitthvað 10% af vinnunni og það getur verið miklu erfiðara en að gera sér 10% heldur en að gera hér 90% og fólk vinnur alls konar með það stundum í samböndum þá sko ok, þú átt öðvöld með að byrja hlutum og hinmækjana kannski öðvöld með að klára hluti og það reynda að finna jafnveg stundum svoleiðis þannig að maður þarf að skapa þetta lausnunum og einhver lausn virkar fyrir þig, virkar alls ekki fyrir næsta þannig að það má ekki reyna að þrönga rosalega mikið á sko, núvindun virkaði fyrir mig og þú verður að gera hana það ekki þannig. Þannig ef einhver langar að bæta einhverju heilsuvenju og þú veist, bara byrja að borða hollari morgumat eða eitthvað og það virðist aldrei ganga nema kannski bara í 3 daga í einu. Hvað ertu með einhver ráð? Það maður þurft að skoða aðstöðuna miklu nánar, þannig að hvað það sem að klikkar eða kemur þessu úr rútunni, það því að þú vaknar og seint, það því að finnst þetta kannski ekki alveg nóg gott, viljið þú vaknar og seint, gætur þá tekið þetta með að borða þetta eitthvað aðeins á leiðinni meira, gæti þetta verið aðeins meira tilbúið einum áður en nú þurfur bara rétt að hita upp og fara eða hvað það það getur, þetta þarf í raun að vera svo á önsku personalized eða einstaklingsbundið bundna lausnir. En veistu með tegund hreyfingar, einhver mismundi tegund hreyfingar sem hendar fólki með ADHD betur, eitthvað sem þá veldur meira dópamin svona? Já, sko, ég veit ekki kannski alveg með tegund hreyfingar því ég var að segja, ég veit lítið um það í heildina lítið, en ég bara almennt samt hreyfing og ADHD að fara í ræktina í hálftíma eða klukkutíma ég myndi halda ég þú ekki að fara með ég myndi halda kannski að meira kardió myndi hafa meira áhrif en ég ekki alveg samt kannski svona eins og crossfit og bootcamp sem svona mikið action geti það henda betur þú veist að en fólk getur kannski líka bara fundið með sjálfur sér því að það finnur oft hvar þegar það mér hugar á svona eftir á finnst að vera með skýran fókus þannig að það stundu talað að svona hálftíma klukkutíma í ræktinni geti verið eins og að þú sért á lyfjum í svona 3 klukkutíma eftir á, eitthvað svoleiðis. Það samt erfitt að tala um það sem eitthvað sem að kæmi alveg í staðinn fyrir lyf út af því að William Dodson talaði alveg að því að þú kannski með fólk sem þá professional í þessu, þannig að það þá einmitt að æfa mjög mikið, þannig að þú þyrftir einmitt að vera þá að gera æfingar 2 ef ekki 3 á dag, þú veist, og það eru fáir sem að hafa tök á því og hvað þá maður líka með stýrifærnisvanda og upp með að koma þessi verk og líka bara, hann segist sjá þetta fólk þegar það slasa sig veist, og þá allt í einu ekki lengur, getur ekki alveg fengið meðferðina og þá leitar það til hans þannig að hreyfingur þetta ótrúlega góð fyrir alla, hjálpar með þetta ég myndi samt ekki þetta ekki kannski gott en það ekki margir sem að hafa tök að geta meðhandla sitt ADHD bara með hreyfingu. Ég myndi segja að þessi mjög fáir sem að geta hreyft sér nógu mikið og eiginlega aldrei slasast þannig að geta alltaf haldið þessu áfram. En hefur mataraði einhver áhrif? Það rannsókn hafa ekki fundið mikil tengsl. Ég ætla samt ekki útiloka því þó að eitthvað að sé ekki búið að sína fram eitthvað enda og er ekki þar með sagt að sé ekki.
En fólk með ADHD oft mjög þreytt og heyra bara, ég vil ekki bara taka út sykur, ég vil ekki bara breyta þessu og hulega meira. Þú veist, það hafa ekki verið rannsóknir sína fram á það. Ég meina, sykur hefur samt klálega einhver áhrif á alla þannig að maður veri örfur fleiri og svo kannski sérstaklega fólk sem líka með kannski byrjunarstigi og sykursýki eða eitthvað, þá var það kannski líka líklega til að finna fyrir þeim áhrifum. Það sem rannsóknir hafa fundið í 25% fólks fann fyrir að lýsi dró aðeins úr einhverjum ADHD-einkennum. En það til mismunandi tegundur af lýsi, þannig að kaldpressa lýsi heldur best öllum næringarefnunum. Þannig að ég veit ekki lýsi sem hitað upp og missi næringarefnin og svo bætt inn svona synthetika gerfi A-vitamíni og E-vitamíni, ég veit ekki hvort að það virki jafnvel. Okay. Þannig að já, kaldpressa. Já, en ég hef líka, ég veit ekki, þetta mjög óvísindalegt, en þeir sem með ADHD, þeir sækjast meira í kolvetni. Já, það dópamínu. Það dópamínu. Já, og sykurinn. Þannig að einmitt, maður bara ekki alveg vaknaður í komin á fyrstfætur eða þarf, þannig að þetta svona oft önnur bara ómöguleið til að sækja í þetta. Þannig að til þess að því að mörgum finnst þetta örugglega svo flókið að við veit ekki hvað það kannski að byrja, þú veist, hvað ekki og hvað hænan, þeir vilja kannski minnka sykurát, en þeir bara ráða ekki við það. Nei. Þannig að lyf hjálpa mann að ráða við það eru sumar rannsóknir sem sýna að búlimía sé algengari hjá fólki með ADHD, og átröskun að bara borða sem allra minnst, að þá það oft svona meira tengt við OCD eða árætt þráhyggjum. Þess að ekki allar rannsóknir alveg sammála því, en þannig að Elvanse sem eitt ADHD-lyf, það hefur verið samþykkt sem lyf við búlimíu, það hefur búið að rannsaka við því alveg. Þannig að það gæti hjálpað, en síðan líka, þú veist, bara krúsjál að kaupa þetta ekki, eiga þetta ekki til heima alveg, reyna að finna eitthvað í staðinn til að hafa og til að narta í finna annars konar örfum, aftur að þurft að skoða bara nákvæmlega í lífi hvers hvað eru tryggarinn eða hvað, já. Af því að það svo ofbáslega algengt að fólk vill virkilega bæta heilsuna sína. Já. En það bara kemur sér ekki að stað. Nei. Það svo ótrúlega algengt og þá alveg mögulega margir kannski með ADHD eða ógreint ADHD. Veistu, en ég myndi líka segja ekki ætla að gera allt í einu, ekki ætla að taka á stór skref. Ég meina, stundum bara gott að reyna að byrja kannski bara þegar búið til meiri tíma í lífinu sinu. Þannig að maður hafi bara tíma og orku til að pæla í þessu hvernig, og það líka annað bara þegar maður hugsa hvernig maður ætla að skipuleggja líf sitt fyrir fólk með ADHD ráðlegt að reyna að hafa það einfaldara frekar en flóknara. Þú veist, vil ég fara og flytja hús þar sem maður þarf að gera við alveg opbóðslega mikið. Ok, kannski ertu típa með ADHD sem akkurat áhuga á því og ert akkurat mótörður því, frábært bara, þá virkar það fyrir suma, en fyrir aðra þá væri lífið bara orðið eins og flókið. Þú veist, það kona Katrína Dós, sem líka þekktur ADHD rannsakandi, og hún skoða mikið ADHD hjá konum og hún segir sjá hjá sér að konum ADHD virðast oft kjósa eignast færri börn. Okay. Af því að þá sé það bara að þá sé lífið aðeins einfaldara. Bara alls konar svona ákvarðanir sem að hjálpa. Hvernig get ég haft lífið einfalt og ADHD-vænar að byrja að búið til tíma, heilaplás og svo bara byrja að læra ADHD og þá gerist það næstu sjálfkrafa að þú byrjar að taka eftir hjá þér og þá byrja að hugsa, ok, hvernig kerfi get ég verið með, einföldæmi kerfi bara ef þú týnir alltaf lyklunum að þá venur þið á það að leggja það alltaf bara á skengin við dyrnar. Fyrir mig getur verið mjög flókið alltaf skipt veski, það var gaman eða mörg veski og alltaf, en þá gleymist bara alltaf eitthvað. Þannig að helst reynir bara að hafa eitt veski. Einfalda lífið. Já, hanskarnir sem þú notar í bílnum að keyra kannski geima á brúti bíl eða bara heima þar og ég get sagt þetta í dag og þú gleymir því kannski og tekur það inn með þér aftur og það bara allt í góðu en Hallowell talaði bara að þjálfa sína stuð eins og hund að setja lyklana
vilja og dyrnar. Þannig að bara vera skapað í alls konar kerfum sem að geta virka fyrir því að því ég hef líka heyrt sko pör þar sem að konan sem er ekki með ADHD, hún bara ég hef bara búið til kerfi, hún skipulega allt eldhúsið á svo flókið máta að hann skildi ekki kerfið og líka hann átt að muna kerfið sem að líka veikleikinn hans og hún var álegt að vera eins meira með í að búa til þetta kerfi þegar bara hann getur sagt hvað kerfið fara að virka fyrir sig. Þannig eitthvað kerfi sem að virka fyrir mig alls ekkert að fara að virka fyrir einhvern annan með ADHD. En þú hefur rannsakað sérstaklega konur. Já. Er mikill munur? Já. Á konum og körlum með ADHD? Ég myndi segja það. Sko, persónulega held ég að það sé ekki mikill munur á tíðni, þar að segja, ég held að þessu jafnmargar konur með ADHD og karlmenn það bil. Hins vegar ef þú skoðar sko hverjir fá tilvísun, þar að segja skólinn tekur eftir að kannski sé einhver einkenni og senda þig áfram, kannski þurfa að skoða greiningu eða hvað. Í erlendur rannsóknum að þá voru það 5 til 9 strákar sem fengur svoleiðis tilvísun á móti einni stelpu og ef þú skoðar bara almennt þýði þar að segja þú fer kannski bara inn í skólastofur og lætur fólk svara spurningum um ADHD og skemar fyrir því að þá hafi fundist kannski einn á móti 3 en málið er að listanir eru mjög miðaðir að einkennum stráka eða birtingamynd stráka og svo á fullorðinsaldri þá jafnast þetta næst út, þá er það svona 1,5 karlmaður á móti 1 konu sem að greinast. Já. Þannig að það sem er einmitt svolítið ólíkt er að hjá konum að það ofta versna einkenni á gelgjaldrinum úlingsaldrinum og það eru hormónabreytingar sem að fylgja því og þá virðast einmitt einkenni þá kemur það fá allir einhverja gelgju en hjá stelpum að ADHD getur hún verið bara dálítið mikið íktari, skapi verður erfiðara, ofvirkni í tali getur oft aukist mjög mikið, þá fara ofta að koma fram kannski eitthvað vandamál meira eins og að missa vini eða einangrast meira, að meðan að strákum að verðist að næstu sem þú vera öfugt, þeir eru kannski líkamlega ofvirkir sem litli strákar og svo eins og í gamla daga var talið að það eldist bara af þeim, en núna vitum við að það fer ekki burtu, heldur breytast einkenni bara, þannig að þau virðast breytast með svona hormónabreytingum yfir aldurskeiði, þannig að það er kynþroskaaldurinn og svo er það breytingaskeiði. Þannig hjá strákum að þá kannski líkamlega ofvirkni minnkar eða þið verður líka bara meðvitar umhverfið sitt og sé kannski ekki alveg eins svona socially acceptable að hlaupa út alltaf, þannig úr frekar kannski bara eitthvað krót á blaði eða eitthvað fikti þessu kjartavaxi endalaust sem er líka útrás við reyfi ofvirknina en þá tala með þið farið meira í hausinu og svo oft og séu svona ofvirkar á annan máta en hjá konum að þá kynþroskaskeiði það er eitthvað til að vera mjög svona vakandi fyrir og líka félagslega einangrun það eru rosalega alvarlegar afleiðingar af því og mikilvægt að grípa strax inn í að því að líka þó að þær fái þá greiningu og fái lyf og nái góður stjórn á ADHD einkennum sinum að þá er oft bara ímyndin sko höfnin er búin að þessi stað og getur oft verið erfitt fyrir að bekkjarsystkini breyti skiptum skoðun þig það er bara búa ákveða að þú átt ekki alveg heima eða hvað. Hvað er að valda þessari félagslega einangrun þá hjá þeim? Já, það er mjög ofta að segja eitthvað sem mátt ekki segja sem særir og það er svo vond tilfinning úps, ég mátt ekki segja þetta en líka það er svona það er oft svona drópar af kannski einhverju einkennu sem að fylgja ADHD eins og alltaf bara að fatta ekki að maður er bara að vera hreinskilinn og er að segja eitthvað bara, þú heldur að það sé alveg eðlilegt og fleiri einkenni eða svona einhverju einkenni er að fatta ekki alveg, að ljúga oft sjálfur ekki og meika ekki alveg að ljúga og búið svo við því aðrir séu líka alltaf jafn einlægir verður það sárat, já eða sko bara í rauninni kannski svolítið svona varnalaus að því að manni dættu bara ekki í huga einhver geti einhvern tímann ætla að gera eitthvað viljandi vont við aðra eða þannig já, en þannig að spurninginu varst að segja með hver á spurninginu? Bara hvort það verður mikil munur á konum og körlum? Já og við erum komin yfir þetta gelgiskeið og hormóna
Já, nei, þetta með hvernig hefur áhrif á félagslið. Já. Þannig að segja ekki eitthvað, get ekki haldið leyndamálum til dæmis, veist, ég myndi að vera spurt frekar eitthvað svona spurningar og spurningalistar ég myndi að það myndi stelpur frekar greinast ofslega, veist, já en líka ég myndi segja samt bara skapið, ég held að það sé eitthvað sem að þú veist, minni geta oft kannski fyrirgefið þú mætir eitthvað seint, einhver staðar eða gleymir einhverju eða eitthvað, en þá er með að fyrirgefa, veist skapa of svo kosti eða það bregðist við mikill reiði gagnvart þeim eða segir eitthvað ljótt við sem áttur ekki að segja og svo þetta bara taka yfir að vera ofurkur, taka yfir öll samtöl og svo er fólk að reyna að segja þér eitthvað og þið langar að geta hlustað en þú getur það bara í smástund og svo ertu með impulsið að skjóta ykkur inn í svo fljótt en að hlustunin getur verið takmörkuð svo sérðu kannski ekki enginn hjá þér og veist ekki hvernig átt að díla við þau og svona kannski getur orðið svona klaufaleg samskipti þú veist að, já, þetta grípur mikið fram í fyrir og veit ekki hvernig maður á að koma inn í aðra samræður og svo framvegis en oft getur þetta líka verið vinsalustu einstaklingarnir langskemmtilegasti óheflaðir og skapandi oft og leið oft hópinn og svona og svo stundum getur að vera þannig kannski fram að kynþroskaskeiðinu og þá svona fer samt líka því að fylgja höfnum sko einhverju leiti og ekkert endilega mikil, kannski bara einhverjir vinnir en ekkert, já en það er svona þú veist, að því að fólk vil oft ekki alveg horfast í augu við athyglisbrestin en sem sagt afleiðingar ómeðhöndlans athyglisbrest geta verið svo alvarlega og fólk gerir sér ekki alveg grein fyrir því eins og hvað? eins og þetta, félagslega einangrun með atvinnu, með skólamál sko, það er líka mikil slysahætta þannig að því mér eru margar rannsóknir sem innihalda langmest kallmenn þannig að hérna Russell Barkley gerði flotta rannsóknir nema það að það innihalda bara kallmenn en þá var sko meðalaldur lækkaði 13 ár hjá köllum með ADHD já, og 40% lífaldur þá, eða? Já, og 40% af það sem útskýrir 40% af þessum tilvikum voru slys af því að það er þessi áhættusækni þú ert ekki að hugsa á nú framkvæmir þú nærið kannski ekki að stoppa eða þú ert með adrenalinfíkn það er líka bara að keyra það er öruggara þegar börn er að læra að keyra eða bara fólk með þetta er að keyra það er öruggara að keyra á ADHD-lyfjum einhvers staðar einu sinni sá ég rannsókn sem mér hef ekki tekist að finna aftur en það var að stelpur jafnvel kannski líka með ADHD eða konur sko gerði jafnvel svona bara rosalega skrítin klaufaleg mistök þegar voru að keyra ekkert bara strákar, það voru líka oft mikið að keyra hratt og stelpur auðvitað líka eitthvað en líka bara, hvernig tóks mér einu svona að streka mér til þennan bíl eða hvernig fór ég bara upp á þetta hringtork og var smá og sérstaklega líka börn brunahætta og já, ég meina litli bróður minn var næstu í dótturinn og gluggan þegar hann var, þegar ég var 4 ára þá kom ég á hann þar og bara nei og kallaði fóldra mína, slysahættan en síðan er það líka eins og mataræði kannski ekki alltaf gott, það eru meiri líkur á fíkn þú ert kannski ekki með eins góða vinnu og þá er meiri líkur á kvíða og svo meiri líkur á þunglindi og svo framvegis þannig að það er fleira sem að gera verkum að meðalaldur er styttri Þannig að þú alveg einlæglega mæli með að fólk skoði að fara á lyf ef það er ekki á lyfi Ég myndi byrja bara að fólk byrja að læra athyglisbrest og reyna að skilja virkilega vel afleiðingar athyglisbrest og meti svo hvað þín einkenni eru hafa mikil áhrif að því það er í rauninni færð ekki greiningu nema einkenni einn hamli lífsgæðinum og margir myndi segja já maður á nú bara að breyta umhverfinu og ekkert að breyta einstaklingnum og veistu algjörlega breytum umhverfinu það er ekki ekki, það er til það sem ADHD væn störf fjölmiðlar til dæmis það er mikið mjög ferrætt yfir í næsta umræðumni og alltaf að finna mjög nýju og bara mikið fút í því að vera kennarar hjálpar oft mörgum að því að þú ert að tala eitthvað allan daginn sem að þú fyrir áhuga ástundum geta oft verið líka góð í samskiptum á morgan máta en það er kannski meira það kemur að þessum alveg nánu samskiptum en til dæmis bara samskiptu við nefnd og fleira getur þú bara verið skemmtilega kennar og sett frá skemmtilega og svona einhvern veginn grafísku hönnir verðast mjög oft vera með ADHD
flugfröður og flugþjónar. Já, akkurat. Skemmtilegsta fólkskrýmið. Já, akkurat. En nú til dæmis mega þau ekki lengur taka lyfin. Það er alveg styrla. Þetta sýnir bara svo mikla vandekkingu. Og ég skil ekki alveg af hverju. Af því, þú veist, það ekki það bara meiri hætta í starfi að þú veist ekki að taka lyfið þitt? Jú, klálega. Já, þetta stórfurðulegt. Þetta er ótrúlega skrítið. En aðeins áður við kannski höldum áfram með konurnar. Já. Varðandi börn. Af því að nú finnst mér svolítið, nú hef ég, eins og segi, en aftur bara segja ég á börn með ADHD og ég hef fylgt þeim bara síðan úr lítil. Mér finnst svolítið skólakerfið ekki vera hannað fyrir börn með ADHD. Nei. Þú veist, mér finnst sorglegt að þau þurfa að taka lyf til þess að passa inn í þennan ramma. Þú veist, að þau funkar allt sumarfríð án lyfjana. En svo, þú veist, funkar þau ekki í skólakerfinu. Þú veist, við erum búin að prófa. Ég er sammála því að skólakerfið sé hræðilegt sko, fyrir börn með ADHD en eiginlega bara fyrir mörg börn og mörgu leita. Það virðist vera einhver kannski munur á hvaða skóla og hvaða kennarar en þú veist, skólakerfið er bara alls ekki góðum málum. Þannig ég er algjörlega sammála því að skólakerfið ætti að vera öðruvísi og þetta er klálega að vera líka ADHD-vætna mörgu leiti. Bara, viðst, þau eru börn í alvörunni, þarf að læra allt sem er á þessar kennsluskrá. Við fáum fullt af fólki sem langar að vera kennarar og er með svo mikið metnað og vilja gera svo margt vel og þetta er bara eitt dýrmætasta fólk sem við eigum. En svo er metnar þeirra hamlaður á þessari kennsluskrá sem þau þurfa að fylgja svo stíft eftir. Og, fyrir mér að þurfti að brjóta þetta niður og byggja alveg på nýtt á með miklu meiri opin huga og allt öðruvísi. Þannig að ég er algjörlega sammála því að við eigum að breyta umhverfinu eins og við getum. En það sem situr oft eftir er að það eru samt ennþá vandamál í nánum sambandum. Já, akkurat. Það er það sem gerist í skólanum svo. Já, þannig að bæði hjá bæðnum mjög fullan. Þannig að það fyrir eftir hvað einkennin eru ýkt. Þannig að kannski gengur bara vel á sömurinn en eru þau slysakennari. Því það er í alveg til fólk sem bara setti sko, mjög ungt barn, kannski bara 4 ára að lifa því það var næst í búin að lenda fyrir bíl 3 sinum. Þannig að hver er slysahættan? Barkley tekur dæmi bara stelpu sem var í lyfjafríi en að keyra og keyrði óvart yfir manneski sem lést í miður. Þannig að maður þarf að meta það og svo einmitt líka vinnina því þetta er rosalega mikilvægt. Þannig að lyfin eru ekki bara til að ganga vel í skóla, það er líka til að ganga vel félagslega til að vera öruggari almennt. Þannig að það er að meta það þannig. Já, en skólakerfi ætti svo sannlega að vera allt öðruvísi. Það er erfitt að ætlast til þess að þú veist, börn sitja í kjör í marga klukktíma á dag. Og þetta er lögbundið. Þú verður að fara. Og þá komum við líka að miklunni, skilur ég fæ svo illt í hjarta að hugsa til þess að sé að vera að senda börn inn í skóla með húsnæði með miklu og þessi lögbundið. Þetta er svo brútalt. Og ég held að það geti líka gert á að ég hátti einkenni verri, sko, til dæmis. Það er eitt af því sem ég geti haft áhrif svona af umhverfist áttum. Framheilaskaði myndi gera líka einkenni enda verri og svo er fólk með að ég hátti miklu líklar til að fá framheilaskaðan og svo frá með þess. Vítar hringur það. Já. En ef við höldum áfram með konurnar, svo er annars skeið sem þú nefndir og er mjög hot topic núna, breytingarskeið. Já. Hvað áhrif hefur það á ADHD? Já, þannig að í grófum dráttum að þá hefur estrogen að dregur oft úr ADHD-einkennum. Okay. Á meðan að prógesterón getur aukið þau svolítið. En þetta er samt mjög lítið rannsakað, er svolítið flókið, ég veit að prógesterón líka getur dreigð og kvíða og svona, þannig að þetta er líka getur verið einhver lítið persónubundið og ég vil endur taka að þetta eru mjög fáar rannsóknir því miður, af því að, já. En það virðist vera líka til dæmis bara á ákveðnum tímum í tíðarhingnum. Þannig að oft til dæmis svona í annarri viku eftir uppafblæðinga og svo í annarri viku þá er estrogenið nokkuð hátt og þá eru einkenniðin oft minni og svo kannski eftir egglos þar sem að estrogenið þetta er svolítið niður en prógesterón líka kemur upp, þannig að þá er líka oft finna konur fyrir meiri einkennum og svo svona fram að blæðingum og fyrstu dagana á blæðingunum allavega held ég. Þannig að það eru suma konur sem þurfa að auka lífeyrisskammtinn sinn svolítið eftir hverjar eru í tíðarhingnum. Það er mjög gott að byrja bara að hafa augun opin fyrir þessu og líka hvernig ert að svara spurningalistunum og hvað dagur í tíðarhingnum ertu þá, hvernig er einkennin. Já, og svo náttúrulega kemur líka þegar konur vera óléttar. Ég myndi að segja að það sé kannski eitt af flóknasta með lyfin. Það hefur ekki verið mikið rannsakað hversu örugg þau eru á meðgöngu en það sem að hefur samt aukist í rannsóknum núna er bara að það eru fleiri og fleiri konur sem að prófa að taka lyf og meður óléttar og svo eru bara niðurstöður skoðar. Okay.
og En voru þær annars hvattar til þess að hætta að taka þig á meðgöngu? Já, það er í rauninni ennþá sko ráðin, sko, nei, það er kannski í mörgu tilvíðum sagt bara að tala við lækni en það er ekki eins og að lyfin hafa sérstaklega verið rannsökuð fyrir konur á meðgöngu og að áhættu þætti séu eitthvað vel þekktir alveg þannig en og það, sko, rannsóknir er ofta að skoða alveg fyrsta þriðjung meðgöngur, þannig að það er mest áhættur á að lyf hafi áhrif þá og hann aðeins minna vita að svo þú tekur lyfin eftir á en þú veist, úr þeim rannsóknum sem hafa komið sem hafa skoðað þetta bara hjá konur sem hafa nú þegar tekið lyfin hvort sem er, að þá hafa ekki komið fram miklar aukna áhættur, það hafa komið eitthvað aðeins en þá erum við að tala þú veist, í staðin fyrir eitt af, ég manna ekki alveg í staðin fyrir 1 af 10.000 og þá er það kannski eitt af, þú veist 8.000, ég manna ekki, þannig að þegar maður er að tala svona aukna áhættu og þá var nú samt mjög lítil, en þú veist það þarf samt að rannsaka þetta meira, en þannig að margar, og svo er þetta líka svo persónubundið að því að þetta er alltaf spurningum að vega og meta, þannig að þú veist, lyf geta haft einhver aukaverkanir, en ef að svefnin er betri, ef að kvíðin er farin, ef að lífið gengur betur, fyrst það er fátt mikilvægara en góðu svefn, þú veist hvað heilsubætandi áhrif hefur það og vegur það við aukaverkanir af lyfjunum, skilur við, þannig að og það er sama þarna bara fyrir eftir í suma mæður eins og til dæmis líka bara hvaða þunglyndislyf bara væri virkilega hættulegt fyrir þær að hætta á þeim lyfjum og þarna er þetta líka bara mjög persónubundin ákvörðun það er bara þú sem getur vegið og metið þetta en þá þarf það samt að hafa þekkinguna áhættunar sem að, læknir ætti að geta hjálpa mér með en þannig að það eru margar sem að hætta lyfjum yfir þetta tímabil og það getur náttúrulega verið mjög flókið og og svona breytt ýmsu en maður kannski fyrir að hugsa að skipulega lífsett einhvern veginn aðeins öðruvísi. En allavega, í byrjun meðgöngu og þá er estrógenið og prógesterónið fyrir eitthvað lágt, þannig að sumar finna fyrir auknum ADHD-einkennum í byrjun meðgöngu og svo eftir því sem maður líður á, þá hækka þau bæði og hækka og þannig að mörgum konum finnst ADHD-einkenni sín ekkit vera það slæm í svona seinni hluta meðgöngunar. Bara, þetta er ekkit svo erfitt endilega. En svo bara mjög stuttu eftir fæðingu, þá bara hríðfellur þetta mjög rætt bæði estrógen og prógesterón og þá finna margar fyrir miklu ýktari brjóstaþoku heldur en aðra konur kannski finna fyrir og miklu meiri einkennum og veist, ofan á svefnleysi þannig að geta klálega fundið fyrir auknum einkennum og svo líka á meðan maður er að gefa brjóst og helst estrógen er lágt þannig að það er alveg glötust að vera í en svo er það samt líka knið mismandi, maður er líka heyrt aðra konur segja það er ekkert endilega fundið fyrir sig, þannig að viðst ekki, þetta getur auðvitað verið alls konar, en þetta er svona kannski meiri hluti hvenna, þannig að síðan kannski verð svona stuttu eftir fæðingu og svo. Þannig að þá heldur ekki ráðlegt að taka ADHD-lyf á meðan með barn á brjósti? Aftur það er alveg samansværið, það verður ekki verið að rannsaka sérstaklega fyrir það, það er til rannsóknir sem hafa bara skoða konur sem hafa gert það, það ætti að vera minni áttar því heldur en á meðgöngu það hafa ekki fundist miklar aukaverkanir í því en það er ekki mælt með því en aftur þá áttu bara að ræða við lækni og við með þína aðstæður og svo breytingaskeið, það var spurningin þannig að ég hoppaði yfir líka vildi taka líka þegar fólk er með tíðarhingin og stað en þannig að breytingaskeiði að þá bara droppar estrógen og prógesterón mjög mikið og frekar svona skarpt en líka í sveiflum þannig að þú veist, fellur ekki bara beint niður heldur seksak í niður sveiflunni. Þess vegna maður með allir þessi einkenni. Já, og þess vegna getur líka vel verið aldrei dagamunur en mjög oft tekum maður aldrei skýrt eftir minninu fyrst og fremst og líka bara fólk tekur oft eftir líka hjá mæðurinn sínum skilur að þá kringu breytingaskeið eða einhvern veginn minni var miklu verra þannig að það er bara mjög algengt að mörg ADHD-einkenni aukist á þeim tíma og þannig að það er við þess virði fyrir þær sem eru opnað fyrir að skoða hormónabætandi meðferð í samráði við sin lækni að því svona, það mér skilst að það sé sérstaklega kannski en þá öruggast í einhver ár eftir að breytingaskeiði byrjar en svo kannski aðeins minna örugt í langa tíma þú veist, lungu setna, en allavega það er eitthvað sem þurfti bara ræðið við sem lækni, það myndi þá draga úr hormónabætandi meðferð ætti að draga úr ADHD-einkennum og svo líka margar sem byrja bara á lyfjum fyrst á eða eru greindar bara fyrst á Mér
Það er mjög áhugavert. Það var bara einhver svona bylgja í kringum mig fyrir nokkrum árum, 5 árum. Það var bara margar vinkonum mínar að greinast með ADHD. Fullorðins aldri. Já, og þá sumir sem þau spyrja, sko, gæti þetta bara allir byrja þá? Þannig nei það, í rauninni það var bara lífsgæðin sem það upplöfuðu eftir að byrja að taka lyf og svo rosaleg, það hugsaðu bara af hverju var ég ekki búin að fatta þetta fyrr. Já, og þá tekum við svona svolítið prósess að melta það, sko, nein, mann ég ekki lengur hvað ég ætla að segja, varandi þetta? Jú, að taka lyfin, hvort þetta getur byrjað umverulega. Þannig að rauninni hafa alltaf kannski verið einhver einkenni en svo hafa þau bara aukist á þessum tíma. En svo er alltaf bara spurningum hvað maður setur greininga viðmið, kannski fórstu undir greininga viðmiðum fyrirbreytingaskeið og yfir þeim eftirbreytingaskeið. Já. En ef að þetta er ekki hamlandi í lífinu, þá í raun og veru þarf maður raun og ekkert að gera. Ef að því grunur þú sérst með ADHD en einhvern veginn það er ekkert að hamla þér sérstaklega. Nei, þá náttúrulega ættir ekki eins og fá greiningu. Nei, einmitt, og fyrir utan það, Já, en hins vegar mæli ég bara með að spyrja okkur náinn líka hvort þetta sé að hamla þér því að þér finnst það kannski ekki. Nei, einmitt. Og okkur fagaðilega líka. Já, ég var einmitt að hlæja, því að ég var, mjög hreyfiofvirk sem barn. Það var alltaf að tala um ég væri bara upp á öllum borðum og hoppa og alltaf á hvolfi og eitthvað svona. Svo hafi ég svo róast sem úlingur og svona. En svo finn ég alveg, alls konar sem ég gæti tengt sem ADHD-engin en mér er aldrei fundist að vera neitt hamlandi. Svo hló ég svo mikið í morgun, ég var að fara í rauðljósa meðferð hjá Greenfit og ég var búin að vera undirbúið með undir hennar þátt og þvílíkt og þá tekur maður alltaf eftir sérstaklega eftir öllu og þá tókst mér alltaf að gleyma kleipukortinu. Ég samt var búin að setja það á ákveðin stað í gærkvöldi sem ég myndi minna eftir því og ég segi, vá. Ok, en þá virkar að gera þetta sýnilegt, þannig að þetta er annar ráð við vinslumuninu. Barkley hans talar bara, víst þú getur ekki haldið vinslumuninu svona í höfðinu alveg vel, make it visible, gerðu það sýnilegt. Þannig að kortið þarf ekki bara að vera staða sem þú veist hvað er, það þarf að vera það sem þú sér það. Við útúrhöruna? Já, við útúrhöruna eða ég vil bara, stundum við skelli bara hlutum út í bíl, kvöldi áður, af því að bara, ég veit að annars gæti að gleymst eða með næst í boka hengja áhörðuhúnin. Ég ætla að taka eitthvað með að setja fyrir dyrna. Þannig að margir ADHD vilja hafa allar svo hluti oft sýnilega og aðrir kannski skilja ekki alveg af hverju að halda að þetta sé bara drasl en þetta er oft bara þeirra kerfi sem bara virkar. Ég ætla að reyna að muna að taka sér bætefni ef ég setja bara inn í skáp og gleymi þessu bara þannig ég þarf bara að hafa þetta borðunni, annars mann ég þetta ekki. Það er bara flott, mjög flott kerfi. Og hvað varðar og ég hef líka mjög mikið áhuga á að finna, þannig ég held að sjálf að þetta lækna aðeinspress persónulega held ég, eða minnskosti dragur einkennunum. Það er ekki margar rannsóknir sem að geta sýnt fram á það en ég hef mjög mikið áhuga á að prófa mismandi bætaefni, að prófa rauðljósa meðferð eða fleira og fleira og er alltaf að bara við að meta hvort að þetta hafi ykkur áhrif og svo maður minn og góður og leiði mig líka að hvort það hafi áhrif á hann. Tilraunadir. Já, þannig séð. En svo hvaða bætaefni þá? Já, þannig að, og svo er það náttúrulega svo ótrúlega flókið fyrirbæri, þannig að það er kannski til einhverjum rannsókn sem sína eitthvað þetta gæti haft áhrif einhver tilvikum en svo virðist vera erfitt að endurtaka og fá út sömu niðurstöðu. Þannig að í mínu tilfelli fann ég fyrir mun að taka zink. En það hefði engin áhrif á manni minn. En þannig að svo þegar ég geri svona hártest að þá sé ég með svona frekar mikið af kopar en þá vil ég alls ekki gera svo að meina að kopar sé vondur að því að þetta er spurning hvort hann sé bioavailable eða ekki, það er að segja að það er að vera bundin við seroloplasmin prótíni til þess að líkaminn geti nýta og ef það er ekki bundið að þá er þetta í rauninni, þá er þetta meira óholt fyrir líkamann og getur valdið vandamálum, þannig að zink losar það út þá. En svo er aðrir sem eru kannski ekkert með og mikið af því eða jafnvel of lágt og þá væri það ekkert það sem myndi hjálpa þeim. Og svo hjá manninu mínum þá verður að magna það virkaði að gefa blóð reglulega að því að hann var bara með svo hátt ferritin. Já, er það jafn á flæðsla eitthvað svoleiðis eða? Já, nema þau setja þau mörk rosalega há þannig að það sem að mér fannst verið hátt í honum myndu þau ekkert endilega telja verið of hátt og ég er alls ekkert sammála þessum viðmunagildum sem er oft sett fram, það er oft sett bara svona tala um eitthvað svo hátt og látt þegar það er orðið mjög hátt og mjög látt þannig að þú ert ekki kannski komin á mjög slæman stað en þú ert líka kannski langt frá optimal health eða bestri heilsu þannig að
þegar þú gefur ferritín gefur blóðminni þá droppar ferritín cirka 50 einingar eða hvað maður sér. Okay, já. En fyrir hann þá var hann að gera það bara alveg á 3 mánaða fresti sko. Og þá minnkuðu enginn? Já, og meira segja enginn sem að lifin sko höfðu ekki alveg minkað og líka svefnin, þú veist, þannig að og hann meira sér tók 2 ADHD-lyf, var algengt að taka þessi til örvandi ADHD-lyf og svo óörvandi. Það getur verið sumir þurfa að taka þau bæði saman og það var svo áhverð að því hann var nýbúin að prófa að minka skammtin á þessi óörvandi og þá fór svefnin strax eftir rugl. En svo hver skiptið sem hann gaf blóð þá gæti hann lækka skammtin og eftir 4 skiptið þá gæti hann hætta á því og nú liðin nokkur ár og hefur ekki þurft það aftur. Þannig það bara hvet fólk algjörlega til þess að gera tilraunastarfsemi, þú veist, með sjálft sig en að því það sem vil skorta rannsóknum, þú veist, þá vil ég taka það skýrt fram að það ekki til mikið rannsóknum sem að sína fram á þetta og þá þetta einhvern veginn trial og error, maður að prófa svo margt, maður getur ekki farið beint þangað sem maður virkar fyrir mann og persónulega verð ég eiginlega að taka lyfin til að geta verið þessar tilraunastarfsemi en ég að vona að það geti verið bara tímamyndið. Þannig þið langar að reyna að hætta að taka lyf? Eða? Já, auðvitað vil maður ekki þurfa á lyfinum að halda en það ég ekki að meina sko, mér langar ekki að hætta taka lyfin og vera samt með alveg sama, jafn mikil aðtilsprest einkenni, það ekki að sé vel en ég hef alveg fundið mjög vel bara með synk til dæmis að því við vorum að tala örfunina í kringum hann, þú veist, ég get reynt að minnka örfunni í kringum mig en mér finnst ADHD-einkenni ekki virka við það en svo bara eftir í synk-statusnum eða kóparstatusnum að þá allt í hennu bara hef ég minni þörf fyrir örfin, venjulega myndi ég kannski hlusta á hlaðvarp að meina í þrýf, en allt í hennu núna þá bara datt mér ekki eins í hug, ég hafði ekki þörf fyrir það. Þannig að persónulega viss með þetta hafa miklu meira áhrif á mig. Þú veist, örugglega ákveðin detox ef það til dæmis blíð eða eitthvað fleira, það getur örugglega mikil áhrif. Gufuböð, maður detoxar rosalega vel í gufuböðum. Það í náttúrulegast og besta leiðin á Íslandi erum við með dálítið greiðan og góðan aðgang að því. Flestum sundlögum held ég bara. Já, þannig að þú veist, 2-3 viku hálftíma í senn, en það talum við að það sé mikilvægt að skóla svitan af því annars getur hann farið aftur inn í húðina. Þannig að maður vilja, já, það fara alveg. Já, þannig að að gera að skoða margt og ég hef mjög mikið áhuga á því sko, þó að ég agiteri fyrir lyfjum, en ég geri það því að það rauninni hingað til eina svona skýra gagnrýnda meðferðin sem hvað langskilvirkust. Og að því aflengandi geta verið svo alvarlega maður fyrir ekki út í það. Kannski sérstaklega að því að ADHD getur líka fyllt mótri á þrjóskaröskun og þegar maður komin langt þangað sko, með börn kannski, það rosalega mikilvægt að afstýra skipinu sem fyrst ef maður sér að það að fara í þá átt og ADHD-lyf geta líka minkað einkenni mótri á þrjóskaröskunnar. Ég myndi segja að það sé eitt af mikilvægasta eða ef maður sér að leiðast í mikla fíkn eða félagslega einangrun eða eitthvað já, afleiðingarna fyrir börnin geta verið svo mikil þannig að bara vera vakandi fyrir því. En mér langar svolítið enda á jákvæðum nótum og því að það alltaf að tala séu svo margir jákvæðir eiginleika fólk sem ADHD eða svona ofurkraftar. Getur þú nefnt eitthvað svona dæmi það? Sko, ég kannski með smá skoðun sem að veldi vonbrigðum með þetta. Nei, fyrst, ég sammála þér en þessi umræða einhvern veginn tilkomin oft til að draga úr skömm og það auðvitað, ég skil það vel, það að gera að reyna að draga úr skömminni, persónulega ger ég það bara með að tala þetta óbiskátt en hins vegar sko að vera að segja að þetta sé svo jákvætt finnst mér líka geta haft þau áhrif að fólk sé ólíklega að leita sér hjálpar. Það geta ekki alveglega, þú veist, þetta að hamla lífinu þannig að samkvæmt skilgreiningunni ætti þetta ekki að vera jákvætt sko. Hins vegar þegar maður sjálfur með athyglisbrest þá finnst manni oft bara annað fólk með athyglisbrest skemmtilegra af því að það kannski á sama hraða og þú veist, ég man alveg vinkonum minni sko út í Barcelona og áður en ég byrjaði að taka lyfin og við mætti okkur á tónleika og fyrst mér byrjaði að leiðast bara mjög fljótt og henni byrjaði akkurat að leiðast líka á sama tíma og á henni vissi var hún búin að ringja vini hinga og þanga og við erum allir komið eitthvað annað, eitthvað partí, eitthvað staðar hérna og það bara allt gaman fyrst þannig að við erum einhvern veginn á sama hraða og sömu örfun þú veist að getur verið mjög skemmtilegt og fyndið að tala svona óheflað og vera með fíflagang, þú veist, persónulega var það oft mín leið til að hafa upp ofan að mér að því að mér leittist eða einhver örfun fyrir það bara fíflagangur og þannig að það kannski þvingaði fram á ákveðna sköpun þú veist, ég hef
kannski lesi kannski cirka svona 10 rannsóknir ADHD-sköpun og bara ein þeirra gat raunverulega sýnt fram á til að þau væri eitthvað meira skapandi. Það, ok. Hins vegar er fólk með ADHD kannski líklar til að vera í þannig vinnum að sé meira skapandi, þú veist. Og það er kannski að því að þau geta ekki bara valið að fara safe leiðina í lífinu og vinna við bókhald eða eitthvað. Þannig að þau verði eða svolítið að velja skapandi og skemmtilegu leiðina. Þú veist, það er fjör og fút, maður lifir hratt. Persónulega finnst mér það oft mjög gaman. Já, ég veit ekki hvort það svara það spurningunni. Ég finnst klálega eins og ég var að tala mikið ADHD störfin, þú veist, í fjölmiðlum eða fleira, þú veist, að þá er þetta geggjaðir starfskraftar. Og líka þessi ofurfókus, þú veist, alltaf að tala þú veist, þetta er ekki athyglisbrestur í raun og vera því að þú getur virkilega einbeittir að einhver sem hefur mikinn áhuga á. Já, einmitt, athyglisbrestur er ekki rétt orð. Þetta er erfiðleika með að stýra athyglinni. Þú ræður ekki hvenær þú byrjar að hafa athygli á einhverju, ekki hversu langa tíma eða hvenær þú hættir. Þannig að það er því mjög algengum misskilningur að fólk heldur ég get alveg einbeitt mér svo lengi sem ég hef áhuga á því. Þess vegna er ég ekki með athyglisbrest, en það er rauninni skilgreiningin á athyglisbresti. Eða þetta barn getur ekki verið með athyglisbrest, sérðu hvernig það einbeitir sér að þessum tölvuleik. Þannig að það einmitt, þannig að þegar ég sé líka fólk sem hefur svona overfókus á einhverju og segir svo að það langi að vinna við hitt og þetta eða hvað, þá veit ég að það getur algjörlega verið svakalega styrkur. Ok, fyrst hann eða hún þau eru hyperfókus alveg bara á þetta núna, þannig að ég veit að þá myndi örugglega standa rosa vel í þessu. En hins vegar er erfitt stundum að geta ekki stjórnaði hvenar þú byrjar að fókusa eða hversu lengi að hvenar þú hættir. Þannig að það er með ofurstyrk sem maður getur samt ekki alveg endilega alltaf slögt og kveikt á þegar maður vill. En líka annað, þegar að þú kemur inn í aðstæður sem eru kannski mjög mikil örfun, eins og tlæmis og ég mynda að vera í lögreglunni, að því að þau hafa oft verið mjög neikvæðigarð fólk sem ADHD eða fólk sem og ADHD lyfja. En í rauninni þannig að löggan þarf mjög ofta að fara inn í rosalega tens aðstæður og það getur oft verið auðveldara fyrir fólk með ADHD að því að fyrir aðra sem er ekki með ADHD þá er þetta jafnvel bara kannski aðeins svo mikið og það eiginlega kannski bara frís eða fyrst vil helst flýja. Á meðan að fólk með ADHD það kannski bara loksir komin í bara svolítið svona normal dópamin flow eða aðeins veist, og hátinn, þannig það er mjög algengt að fólk með ADHD haldi svakalega góðri ró í svona aðstæðum, hugsi skýrt og bregðist rosalega rétt við. Og meðan aðrir frusugur eða bara frekar hissa yfir hvað manneskjan höndla þetta vel. Þannig að skilningun á ADHD og lögreglunar er svakalega lítill. Ég vissi þetta ekki. Nei. En ég sá eitt punkt sem ég átti eftir að spyrja út í tímablindni. Já. Það er dálítið algengt. Heldur betur. Þannig að það var þessi tímaglöggi sem ég útskýrði aðeins áðan með að skilja með framtíðina. Þannig að það er gott að hafa hluti sem næst sér í tíma. Að því þetta hefur líka með það að gera frestuna áratuna. Því lengra sem eitthvað er fram í tíma, það er eitt að vita að þetta próf sé eftir 3 mánuði. Það er annað að raunverulega skynja það. Og það er ekki fyrir að koma x nálægt þér í tíma sem þú svona skynjar það og í rauninni þá getur byrjaði að aktiveitast. Þannig því nær þeir sem eru í tíma því betra. Það væri betra að skrifa einhverja blaðsjur á hverjum degi í staðin fyrir að skilja einni mjög langri ríkjar eftir 3 mánuði. Þannig að því nær sem þú hefur þetta alltaf í tíma. Þannig að það er framheilin sem að gera það að verkum að þú getur skynjað svona lengra fram í tíman. En þegar það er kannski bara eitthvað á morgun eða hinn að þá það krefst ekki eins mikla framheila starfsemi. Þannig að það er gott að reyna skipuleggja þá lífið þannig. En sér líka er það bara að hafa sens fyrir því hvað ertu raunverulega lengi að fara í sturtu og borða morgunmat á mótana. Að því að það er alltaf vanmeta það og ég veit að Catherine Nadeau segir sínum konum að taka tíman. Þannig að það er raunverulega viti hvað þetta er langt og svo líka bara að bæta alltaf tímum eða korteri eða klukkutíma jável við það sem þú áætla er líka gott ráð að stefna á því að mæta kannski aðeins fyrr og svo framvegis. Sem getur líka verið erfitt að því að svo getur svo ótrúlega leiðilt að þurfa að bíða einhvers staðar. Það er kannski aðeins auðveldara í þetta þegar fólk er alltaf með síma en þú veist, fólk sem með kvíða og það er kannski ekki sem ég myndi líka vilja nefna stuttlega er að það eru rosalega margir með ADHD sem eru líka með einhverja aðra röskun, hvort sem er þunglindi eða kvíði eða mótri- og þrjóskuröskun eða einhver einkenni
en áreittu þráhyggja svo. Þannig að áreittu þráhyggja finnst mér rosalega algeng hjá fólki með ADHD og í mismiklu mæli, kannski mjög margir sem myndi ekki endilega alveg greinast með það samt með einhver einkenni og ég held að ég mæli líka mjög mikið með því að fólk læri það og það líka eitthvað því á heimasíðunum minni og birtingarmynd þeirra getur verið svo ólík en það auðvitað svona oft svolítið áreita fyrir ákveðnum hlutum en birtingarmyndin ólík þannig hjá sumum getur að vera hreinlæti, hjá öðrum getur að vera átraskunni eða mataræði hjá öðrum getur að vera hugsanir bara neikvæðar því fylgir mjög oft neikvæðar hugsanum sjálfa sig, alveg bara mjög mikið þess vegna, mér finnst oft erfitt að vera með athyglisbrest en ég held að sé erfiðara stundum að vera með áreittu þráhyggju bara út af þessari ég veit reynda líka margir með athyglisbresti þetta sjálfa sig líka mjög mikið niður en ég held að sé enda meira með áreittu þráhyggju því það svo stanslaust það svona eitthvað dæmi tala dæmis ef að manneskja með ADHD og svo manneskja með áreittu þráhyggju röskum fóru á djammið og manneskja með ADHD daginn eftir og svo gaman í gær og svo fyndi þegar þetta gerast og svo gaman þetta þessu manneskju á meðan að manneskja með áreittu þráhyggju væri líklega til að segja svo vandraldi ég sá þetta, ég hef ekki átt að gera það og þannig það alltaf að dragast að því að fókusera á þetta neikvæð lífinu að meðan ADHD svona aðeins líklega oft til að dragast að fúti og fjöri Já, þannig að bara endilega skoði það líka og það mjög mikilvægt að sjá það því þú getur fengið meðlum ADHD-einkennunum minni og ef þú coverar þetta ekki líka þá það líka að fara að hamla þér og já Sjálfsþekking eiginlega það mikilvægasta Já, bara að skoða sig, þú veist hvernig bregst ég við þessum aðstæðum og alls konar Já, og þetta svo mismandi þú veist, að tjekka aftur hvort þú læstir hurðinni að og þetta eigur líka mjög mikið líkur á kvíða og þetta náttúrulega þenglega að sé kvíðaröskun en og svo getur þetta verið eitthvað svona allt öðruvísi þú veist ég hugsaði óvart að við svo horfa á bíómynda sem einhver draf mömmu sinni og þú hugsa hvað myndi gerast að ég draf mömmu mína og svo tekur þú hugsunum svo alvarlega nei, og ég svona vond manneskja, gæti ég drepi mömmu mína og byrja svo að hafa áráttu fyrir því og áráttan samfærið að þú sért í rauninni hættuleg, þú veist þannig að þetta getur tekið rosalega marga mismöndi birtingarmyndir einhverja tölur á Íslandi yfir fjölda eða prósentur eða það rauninni bara tölur yfir í hvað skrifa út mörg hvað margir sem að fá skrifa út lyf því miður ætti að vera til miklu betra gagnasamt yfir líka bara fjölda greininga og bera saman aldur og kyn og fleira en að því þú getur fengið greiningu annarkvort ferði í kerfi sem að tekur rosalega langa tíma Já, við fórum nú ekkert yfir það Nei, þú veist að það getur tekið 2 til 4-5 ár, þú veist, ég veit ekki að því að, sem hræðilegt að því að, þú veist, ef að lífið heldur árum ganga að vera og verð eða, þú veist, það reyna að grípa inn í að börnum á gengur, þetta bara ekki boðlegt. Nei, ég saman. Og auðvitað líka spara maður pening á því að hjálpa þeim fyrir heldur en senna og díla svo afleiðingarnar að því að það eru líka margar rannsóknir sem að sýna samfélagslegan kostnað ómeðhöndluð ADHD, hann mjög hár. Þannig að svo líka þetta fara til sálfræðings eða geðlækni sem að eru að vinna við það að greina og það kostar oftast peningur eitthvað 150.000 krónur í dag en já Ykkur aðeins styttri tíma Já, og því miður, það glatt að þetta ætti að vera ókeypis en að því að það skiptir fátt meira máli að þá mæli ég með þessari leið Já Þannig að, en eins og í heiminum, einhvers þar tölur yfir? Já, þannig að... Svona forvitni með algengi? Já, þannig að rannsóknir sína oft lægra kannski hjá börnum milli 5-10%, hjá fullornum frá kannski 3-5%, en svo þú skoðar í Ameríku, hvað vera meðhandla marga, að þá það cirka plus 5% á bæðaflokkana í rauninni, báðaflokkana og við erum á Íslandi kannski aðeins nær því, held ég þú veist, það eru aðalega strákar miklu fleiri, það já, í rauninni hafa greiningar eitthvað aukist hjá konum sem að gæti bara bent til aukist jafnréttis þar en mér skilst að sé alveg einn af hverjum 7 strákum á svona ákveðum aldri, mann ekki alveg hvað aldri á Íslandi sem að dálítið herra heldur en maður að sjá
í rannsóknum. Þannig að mér finnst alveg að mætti skoða það alveg nánar. Og eitt af því til dæmis líka ef þú fæðist seint á árinu, þannig að ef að framheilin að þroskast aðeins eftir á og svo ertu líka síðasta árinu, ég veit að í sumulöndum það máttu til dæmis velja hvort barnið fari með þessum árgangi eða næsta. Akkurat. Þannig að innleiða bara einhverja svona nokkuð einfaldar breytingar held ég að geti breytt rosalega miklu. Og þú veist að ef þú ert strákur og fætur seinna á árinu, þá ertu líka líklegri til að fá ADHD-greiningu og margir hafa bent á þetta og mér finnst þetta alveg valið punktur, sko. Það eitt og sér ætti ekki að... Nei, heldur að sé verið að greina einhverja sem eru ekki með ADHD, þú veist, rángreina? Já, þú veist, auðvitað er eitthvað rángreint í algjörlega. Ég held að vangreiningin sé meiri, sérstaklega á konum, en þetta er til dæmis líka dálítið líkt trámaeinkennum. Getur verið mjög erfitt raun að greina það á milli. Trámaeinkenni, þú veist, finnst líka vægt að nota greindapróf kannski aðeins meira. Það geta veitt rosalega mikla innsýna því að greindapróf skoða kannski svona típiska greindapróf skoða 4 mismandi þætti, eins og málstarf og hérna skynjun og svo hérna úrvinnslu hraða og svo vinnslu minni. Mér minnir að það hafi verið gert hjá mínum börnum í skólasálfræðingi að gera þetta. Mjög flott. Og þá er ég ekki að tala um skoða hérna þína IQ-tölu og bera það saman við aðra, þannig heldur að það sem oft veldur hömlunum er þegar það er mikið misræmi í þessum þáttum. Þannig að það er algjörlega sem minnið sé dálítið lægri heldur en hitt og svo getur vinnslu hraðin verið annarkvort dálítið hærri eða dálítið lægri heldur en hitt svona, þetta munstur sér maður oft hjá ADHD. Þannig að þegar það er hraðar að það er ákveðin ofvirkni í því veist, en svo stundum líka svona þessi hægari processing svona, og úrvinnslu hraði sem að samt sko breytir svo með lyfjum, þannig að við skal reynda að tala oft myndi hækka með lyfjum sko. Það mætti skoða það betur og það er margt að gera til að greina betur með þessum hætti og líka bara fylgja eftir eru lyfjum umverulega að hjálpa. Og það er líka annað, það er margir sem segja já, myndi ekki bara allir geta gert betur lyfinu, tækja lyf og svarið er nei, að því að þetta er svona eins og ef ég tek aðeins og háanskamt, þá verður maður næstu svona aðeins of þess að maður kannski maður svara alveg öllum skilabóðum bara alveg akkurat núna og þannig að þið kannski líður eins og sért að því einn vinn með mér sem sagði ég er alveg betri í tölvuleik þegar ég prófaði eitthvað örvandi þið líður kannski sért betri í þessu tölvuleik en svo þegar það var skoðað hvernig þú svara spurningum á prófi til dæmis að það var að svara svo hratt og hvatvíst í rauninni að þú varst ólíklegri til að svara rétt þannig að þó að þið finnst þú kannski verið einhvern veginn skarpari eða hvað þá samt getur þetta því að það ekki endilega bætt lífsgæði í heildina. Já. Þannig að það getur tekið langa tíma að stilla af rétt lyf fyrir hvern og einn. Já, algjörlega. Já. Er eitthvað að lokum? Er eitthvað sem ég er að gleyma að spyrja sem skiptir miklu máli eða eitthvað sem þið langar að koma framfæri eða? Ekki sem ég man eftir akkurat núna, örugglega hellingur alltaf eitthvað sem ég get bætt við. En fólk getur fundið fræðslefni inn á annatara.is. Já. Ertu líka á Instagram með opið eða? Nei, reyndar ekki. Ok, þá bara bendum við eftir ég hætti hljómsveit og nefndi ég enga veginu að samfélagsmiðlingur þá bara, yes, nú get ég bara að dílita all. Það er líka tíma því. Jú, reyndar á Facebook er ég líka með síðu þar. Já, ok. Æðislegt, en bara takk herlega fyrir að deila þessari ótrúlegu þekkingu sem þú ert búin að við að þér og ég er alveg vissum að margir hafi kveikt á einhverjum perum og geta samsvara sér og líka bara það að skilja sína nánustu, ég var að hugsa það. Já. Bara fræðast ADHD til þess að bregðast rétt við hegðun barna sinna eða maka síns eða, og maður heyrir mér svo ofta því að makin sé að pirra sig á henni manneskinu og kvarta og málið bara, þetta er ekki að fara að skila árangri. Lærðu frekar bara þetta og lærðu leiðir sem eru líklegir til að skila árangri. Akkurat. Þegar ég er með hérna smá gjafapoka handaðir frá heilsuhillinu, það er reyndar ekkert smá, með alls konar flottu, en það er eitt hérna sem er grunnur að þú getur haft áhuga og það er BioCult Mind. Já, geggja. Þetta er hérna bæði gott fyrir þarmaflóruna og fyrir minnið og hugan. Vá, æðislegt. Svo er alls konar meira hérna, þannig að bara gjör svo vel og bara takk enn og aftur fyrir að koma. Vá, takk hella fyrir þetta.
Ég hvet þig til þess að fylgja hlaðvarpinu á Spotify eða Apple Podcast eða öðrum streymisveitum eða þú ert ekki nú þegar að gera það. Og nú einnig hægt að setja inn ummæli þáttinn og mér þætti rosalega gaman að heyra frá okkur. Og svo auðvitað Instagram, Heilsuerla, þar sem ég seti inn fróðleiksmóla úr öllum þáttunum. Þannig að endilega fylgja mér þar líka.